Ok, þessi leikur því miður bara gengur það ekki, sko. Nei, hann telur ekki, sko. Það er leiðilt fyrir Chris og Baller þá, sko. Já! Það er svo leiðilt að lenda í ykkur svona. Hvað ætlum við að gera? Ég held bara að málið sé, sko. Erum við að fara að taka annað leik? Fólk er svo salty, sko. Ef það gengur ekki vel, þá hugsa þér, ok, mótið er búið fyrir mig, ég ætla að eyðileggja fyrir öðrum. Í staðinn fyrir að spila bara og reyna sitt besta. True. Veist, ég er búinn að fá svona 10 skilaboð. Þessi streamsnappaði mig og eyðilega leikið minn. Já, sér núna að það er alltaf pirrar að vandilega því þeir eru eyðileggja fyrir hinum, skilur. Já, en þú veist, hvað er hægt að gera? Þetta logga út innan. Af hverju? Af því að. Þú getur verið á 2 kontum í einu, sko. Þú vissi það? Já. Ok. Sko, maður sjá. Við erum að fara að segja þetta. Ég held að fólk átti sig líka ekki á því að við erum að reyna að gera þetta fyrir Fortnite community. Við erum ekki að græða neitt á þessu. Við erum að gera þetta fyrir ykkur. True. En samt vill fólk reyna að eyðileggja það. Megar engar sens, sko. Sko, maður sjá. Hérna er Artur Mio. Þurfum að tala hann eftir. Sko, hvað hétt hann að gæði hann að Reynsi eða eitthvað? Reynsi og Garg eitthvað. Reynsi. Búin að banna hann. Hvað hétt hinn hann að saman? Hvað hétt hinn gæðin? Hvar? Sá líka tíma með hann. Hann áðan. Þú veist, hann horfði YouTube-vídeó. Það sé að Stimmi, já. Hann heitir eitthvað annað hérna. Sko, hérna er Garg Hjössi, við viljum bara tala um hann að finna út hvað það er. En hann heitir eitthvað annað inn í Gunnar. Má sjá. Ég er að finna þetta. Sko. Einhver Viktor gaf þeim kód. Er það Viktor gaf þeim sem við varum að tala um á hana? Ég veit ekki hvort þið verður með kóða eða hvort þú verður skráður. Hvað ert þú að lesa hérna? Þetta er ekkert með aldurstakmark að gera, sko. Tomper var að dansa kongaðan, sko. Hvað er það? Það skiptir ekki máli hvort þið gerir damage eða ekki, sko.
Herru, hlustum bara hérna á Jóa. Hlustu á það. Hvenær viðurkennir fólk með vandamál Ég bara skil að vandamál er orðið vandamál? Nákvæmlega. Nei, ok, ég skil þetta ekki, sko. Ok, tökum við það aðeins, ræðum það aðeins. Já. Ok, við erum hérna 2 gæjar með YouTube síðu sem heitir Ice Cold. Já. Ok, við viljum halda mót af því það er ekkert að gerast í samfélaginu. Það er allir á lockdown. Við erum að hugsa, ok, hvað getum við gert til að gera þetta aðeins skemmtilegra? Jú, höldum mót einu sinni í viku fyrir alla Íslendinga sem vilja. Þú veist, það er ógeðslega gaman að spila móti Íslendingum. Jú, fyrstu 2 vikurnar ganga vel. En svo byrja fólk sem að svona, æ, vá, ég er í 70. sæti. Ég ætla að eyðileggja fyrir öllum öðrum. Þú veist, sama hvernig, þú veist, það skiptir ekki máli hversu mikið og eyðileggur. Ef þú bara, þú veist, þú komir í leikinn og bara svona, ég ætla bara að drepa þennan eina gæja, þá ertu að eyðileggja. Eða þá, ég ætla að, þú veist, gefa kódinn á 3 vini mína og við ætlum að vera á bát og, þú veist, fokast eitthvað. Þú ert samt að eyðileggja. Þú hefur alltaf áhrif á leikinn. 100%. Þú veist, það er að skemma fyrir þessum mörgum sem eru bara, þú veist, það er ekki allir sem eru, þú veist, ok, þótt þú vinnir ekki endilega præs, það var samt gaman, sko. Ég var ekki til fyrsta sæti eftir fyrstu vikuna, mér finnst það fucking gaman. Gott bara dæmi spila með þetta er bara Íslendingum. Dr. Hákon, skilur við? Já, Eða Stefán. þú veist, præsi er ekki aðal máli, sko. Þetta er bara, við erum bara að spila Íslendingar til að hafa gaman og það er svo fucking leðilegt þegar, þú veist, gæjar geta bara ekki tekið því að þeir eru bara greinilega ekki að fara að vinna pening. Þetta er svona ángur sem svo að við varum að spila fótboltaleik, að við tókum fótboltaleik á hann. Já. Ok, ég myndi að taka fótboltaleik 11 móti 11 og svo er bara hitt liðið með bara fullt af dvergum sem að hlaupandi sem bara takið 10 dverga sem að hlaupandi Já, hér er bara eitthvað Við erum ekkert að taka boltan að ykkur, sko, við erum bara að hlaupa. Við erum bara inn á vellinum að chilla. Já. Ég veit það, sko. Ég veit það. Ertu að banna liðsmönnum og streyma leyniskítum, kominur? Líka Hvernig voru þeir? Sko, ok, ég skil alveg að þetta var gaman hjá þeim og þeir eru eitthvað að fokkast og eitthvað. Þú ert... Ok. Gunnar segir þetta sé bara content fyrir hvern? Við erum að halda þetta mót til að gera loksins eitthvað competitive fyrir Fortnite á Íslandi. Það er ekkert búið að gerast. Af því að við heldum fullt af æfingamótum sem að máttu vera að fokkast eins mikið og vildir. Já. En í þessu móti ætlum við að hafa þetta legit og þess vegna bara völdu við inn í mótið. Það voru 150 mann sem skráðu þessu. Við hefum þess vegna getað sagt bara, já, gjör svo vel, allir koma, fokkist, bara gera eitthvað. Já, en við vildum hafa þetta færri og legit gæja sem vildi í alvörinu spila til þetta sé skemmtilegt og við séum að spila competitive mode, ekki bara leika okkur. Þess vegna viljum við hafa þetta þannig. Þess vegna viljum við ekki að eins og þessi leikur meikar ekkert sens af því að þarna var bara fólk byrjað að fokkast og það meikar ekkert sens að hafa það. Og ég veit náttúrulega að Fortnite er búið að setja mindset eins og einn fyrir Anonymous var að benda á. Ok, þetta eru $400 tæknilega séð, 50 skall, íslenskar. Ok, Fortnite er að halda $1 million á mót. Þeir hugsa bara svona, vá, þetta er ekki neitt peningur, ég ætla bara að fokkast. Já, en ok, þetta er bara til að hafa eitthvað. Ok, býta þess, 50k. Það er alveg peningur. Ekki neitt peningur, hvað meinar þú? Nei, Fortnite er búið að, þú veist. Já, en þú þarft að vera bestur í heiminum, sko. Ég veit það, en ég er samt að segja, allir krakkarnir sem horfa á þetta, þeir eru bara svona, já, það er $100 í vinning. Það er $90, þú veist, þeir horfa bara svona 10 milljónir. Svo sjáðu þetta, bara svona, vá, þetta er $400. Ég ætla að fokkast. Já, trú. En þetta er alltaf, en þú hugsaður út í að, þú veist, ok, mist 50 skallarlega mikið fyrir gæðan sem vinnur þetta, sko. Þetta har aldrei verið svona mikil velun, sko. Í raun og veru var þetta mót bara svona til að svona koma Íslendingum saman, sjá hvað við getum gert og vonandi geta gert stærri mót í framtíðinni. Það er að segja, 50 skall, ok, fyrir þetta mót. Já. Svo segjum að þetta gangi ógeðslega vel. Og næsta mót er Duo Cup. Ok. Það er bara 50 Duo lið. Já, ég er að segja, og þá verður velun stærra þegar við erum að búa til stærra community í kringum þetta. True. Svo höldum við annað mót eftir það sem að gæti verið bara svona 200 skall í vinning, skilur við. Já, jafnvel meira. En þá eru fleiri sponsor og aðilar til að taka þátt í þessu. Raun og veru erum við bara að reyna að skoða hversu margir hafa actually áhuga á þessu, hversu margir eru að tune in og horfa á okkur. Já. Þeir meiri sem eru að horfa á okkur og gefa okkur like og allt það. Þá getum við sýnt, þú veist, fyrirtækjum, herru, það er actually svona margir að horfa á okkur, þú veist, þetta er alveg big shit, sko. Stá bara svona, herru, já, ég vil vera með vinning á næsta móti, ég vil vera með vinning á næsta móti, sem gerir meira fyrir þá sem er að, þú veist, keppa í þessu. En svo, þessi gæjar sem var að dansa kongaðir mappið, geta þær ekki bara farið allir saman leik og gert það, eða? Þú veist, þau þurfa ekkert að gera það í... Þeir eru ekki að gera það í Íslendingamóti sem er, já, ég veit það ekki, sko.
Það heit ekki. Við vildum hafa þetta mót eins professional að hægt var og þess vegna viljum við ekki að þetta sé að fólk sé að tíma í þessu. Fyrsta lagi, það voru fólk gæra tíma þarna. Nei, sko, ok. Leif mér að spæta inn. Ok, þú veist, við viljum hafa þetta eins alvarlegt og World Cup. Þú veist, þótt þetta sé ekki fyrir $30 million. Já, ég veit það. En þú veist, ímyndar að þetta hefði gerst bara í úrslitunum í World Cup. Bara einhver gæjar, bara eitthvað bát, bara eitthvað það eru bara, þú veist, það hefur verið hengt á, sko. Við erum ekki að bendla þetta saman í World Cup, við veitum World Cup er miklu stærra. Já, ég veit það. Við erum að fara eftir sömu prinsipum. Við erum samt að segja, þú veist, við erum að reyna að hafa gaman og gera, þú veist, svipað mót úr þessu, sko. Já, ég skil, sko. Þess vegna er þetta hundlegilegt, sko. Tom Lingo, þetta er einn leikur. Já, þetta er einn leikur sem getur skipt öllu máli, sko. Þú getur fengið 60-70 stig í einum leik, sko. Við erum með kennitölur öllu sem er að keppa og það er mjög fáir sem er undir 14 ára að spila. Þannig að þið get ekki sagt að þetta sé einhver litli krakkar sem er að dansa konga, sko. Þetta eru úlingar, sko. Sko, við líka settum svona, þú veist, segja okkur smá sjálfa þig, þú veist. Við völdum bara, þú veist, fólk sem annarkvort við vissum varu gott eða bara svona, já, ok, þessi gæi er alveg legit, leiðum hann að koma. Kristó, þetta er líka ósanngjarnt gegn þeir sem að lendi í því að vera tímaðir að gert eitthvað. Mannskapaði menn sem er yfir 20 þá, það getur alveg verið. Ef við teljum að leik með, þá var þetta ósanngjarnt fyrir þá sem að lendi ítli í. Nei, sko, ok. Eina ástæðan af hverju þetta er að gerast, þetta er á langt mót. Þetta eru 4 vikur. Fólk er búið að spila nú 2 vikur og þeir hugsa, ok, ég á ekki séns að vinna, ég ætla að reyna að fokk í öllum, ég ætla bara að gera eitthvað. Þú veist það ekki, þú getur fengið 70 stig fyrir hvert leik. Já, en ef þú ert með 20 stig eftir 8-10 leiki af 20, þá ertu bara, ég ætla bara að senda vini mína, gaur, komið í leik, fokkumst eitthvað. Já, en þeir náttúrulega vissi ekki að, sko, nei, þeir vita ekki ennþá því að við ætlum ekki svona að segja að það er fullt af öðrum velunum sem við erum með fullt af auka velunum, sko. Já, ég segja, þú veist, það er fullt af skemmtileg velunum sem við ætlum að gefa í loka munum gefa í loka umferðinu. Já, sem við viljum ekki segja. Sem við ætlum ekki að segja frá, við ætlum ekki að segja frá, af því að við viljum ekki að fólk einblíni á því að fá þá vinninga, af því að þetta er svona pínu sérstakka vinningar. Þannig að, já. Þetta er gaman. Nei, þetta er hundlegilegt, sko, því að nú þurfum við að fara í gegnum alla þá sem að voru að tíma og tjekka á þessu og þurfum að líka fólk er ekki að gera sér grein fyrir því að við, þú veist, þetta eru bara ég og þú, sko. Við erum ekki með eitthvað, við erum ekki bara að lýsa, sko. Við erum að sjá mótið, við erum ekki með Fortnite á baku okkur sem eru billjón starfsmenn. Já, bara 15 starfsmenn sem henda bara eins og ekkert sé. Þetta logo hérna, við byggum þetta til saman bara fyrir fyrsta mótið, sko. Nei, fyrir fyrstu vikuna. Daginn áður, við erum að gera þetta allt, sko. Við erum bara eitthvað 4 hæða einbýlishúsi í Breiðholtinu. 3 hæða. 3 hæða, það eru 4 hæðir, það er kjallari. Nei, en þú veist, við erum ekki með neitt á baku okkur, sko. Þetta er bara við 2, sko. Við erum að sjá allt. Sko, þetta er bara annarkvort að halda þessu og stigum fyrir það sem að fá stigin, eða að þessi leikur gildi ekki. Nei, þessi leikur gildir ekki af því að það eru einhverjir sem hefðu getað fengið stig sem fengu ekki stig, en þegar enginn fær stig, sko, þá er ekki að gera neitt, þú veist, þá gerðist þetta aldrei, þessi leikur. Sko, þetta hefur gerst fyrir Fortnite í alvörunni. Stundum hefur við haldið eitthvað mót. Já. Og kannski voru allir að krassa í byrjun eða eitthvað. Það var alltaf einhver að krassa, bla bla bla. Fólk er kannski búið að spila 2 leiki og kannski þessi bestu gæðir, Mongrel, Benji, Savage og þeir eru kannski búin að vinna 2 leiki, bara konið með 40 stig, 50 stig og eru bara eitthvað, let's go, motherfucker. Svo bara kemur, herru, við þurfum að restarta af því að voru svo margir lendi í. Þá getur þeir ekki, þú veist, jú, það sökkar þetta fyrir þá, en það bara þarf að gera það því að, þú veist, væntalega. En þú voru að hugsa líka út af þá, ok, þeir og saman með þetta, segjum að Kisi og hverju fleiri væru, þú veist, hefðu getað verið í endgame, þeir hefðu getað tekið stíin af ykkur, skilur, Baller er kannski í top 5, af því að Kisi er ekki hana og Kisi hefði getað hitt hann eitthvað leginn og drefið hann, skilur. Já, ég meina, eins og við sjáum Kisat, erum að tala um Kisat, þú veist, hann datt út úr einum leik. Já, þegar var skellur. Já, þú veist, hann hefði alveg eins getað hugsað þá bara svona, þetta er búið. Ég ætla bara að lenda á einhverjum og bara double keya.
mér er sama átt í degi bara til að grífa hann. Mhm. Ég held við lærum að þessu bara til að við þurfum styttri mót, 5-10 leikja mót. Já, ég held Þannig að fólk sé ekki svona solti eftir 8 leiki að sé að reyna að grífa einhvern. Já, Ég held við bara hafa þetta- ég held að við séum líka ég held að við séum að læra þessu en ég held að vona að fólki sem er að horfa fólki sem er að taka þátt læra þessu að við vita að við viljum búa til mót sem er alveg mót. Já, auðvitað lærum við að þessu en við erum samt ekki að gera þetta fyrir þá sko. Kristó, við erum ekki að tala um að Tífú sé streamsnapper sko. Við erum að tala um að Jú, veist, Tífú er alveg streamsnapper, ok, þú lendir að líði að vera streamsnapper, það er alltaf læg en það segir maður sér bara, þú veist, við erum á Íslandi sko, þú veist. Ég held bara að flesti gæti spila heiðarlega Já, ég á líka svona Íslendingamóti sko. Ég held að þyrfti ekki að vera LAN þannig að maður geti actually, alla leikina í dag. þannig að maður geti tala við fólk bara herðu gamli, hvað er það að gera? Jatsi er að leita nýjum dúó partner droppaði Tomper. Guðmundur bara, ég er alltaf að segja Gunsi Bjó. Er þetta frændið? Nei, ég veit ekki hvað þetta er sko, tjóðs meistari er þetta. Já. Nei, það finnst, þú veist, við erum actually að gera þetta fyrir Fortnite samfélag Íslands. Við erum ekki að gera þetta fyrir okkur. Við erum ekki að græða Við fáum ekki neitt fyrir þetta. Við erum að græða 0 krónu á Þú þessu veist, við erum að gefa allt sem við fáum í vinninga eða eitthvað. Við erum ekki bara herri, við erum að kæsa 1 milljón og þessin eru að halda þetta mót. Þú veist, við erum ekki að fá neitt. Nei. Sko, við áttu að græða Smára Bíó er að taka þátt í að bara, þannig að ég bara segja frá hvernig þetta er. Smára Bíó er að taka þátt í að gefa vinninga sem að eru bíómiður okkur og taka þátt í velunafíðinu. Ok, Fanta er með okkur til að gefa Fanta skilurðu. Við erum að taka þátt í velunafíðinu og Hlynur sem að sér sponsor fyrir okkur hann er að taka þátt í velunafíðinu. Við ætlum ekki að segja það sko. Það er ekkert sem kemur inn til okkar. Við erum að gefa frá okkur sko. Við erum að tapa á þessu þú veist, peningalega sér skilur. Þannig já, þeir er alltaf að tala með að John eitthvað Carl. Nennið því að Það ég veit ekki, já Það tjónaði eitthvað Carl. Hvað heitir þetta Carl? Kannski hafa lykla bara í gangi. Það loggaði inn hérna. Já, ég skal logga mig inn. Já, Joinum eitthvað call, sjáum hvað fólk er að segja. Mér finnst það svona eitthvað sko ég Sagði ætti nokkuð. bara að spila því ég vissi að ég ætti ekki séns en þetta var þetta skemmtilegt. Mér finnst það bara fált, fólk getur ekki að hafa sér fólk, true. En Danni, hélstu samt frá fyrsta leik og þú ætti séns? Sérðu hvað mér verður skilabóð maður. Ói þitt. Hvað ætti ég að tjóna? Nenni að lesa þetta núna? Ég er næginn sem lesa þetta sko. Já, þeir eru að tala um að, þú veist að það er bara vinnirinn sem fær Eða Johnny svo rásur eða Sittur fucking margirinn maður Stóls hérna Í hverjum er með hann með? Nei, farið í Þetta? Eða Johnny það? Já, farið þetta Ég skil ekki, er Tommi sem er í chattinu er það Tomber eða er það eitthvað annar? Nei, Tomber er hérna Já, svo er ekki alltaf Tommi hérna að kommenta Ég veit það ekki sko Ég tjekka á þessu eða Já, tjekka það Með Frí reynsi Chilli, Artur, Þegið Artur Reynsi Jésús strákar Já Hvað segirðu? Strákar þegið Hvað hefur til að segja fyrir þetta tím áðan? Hvað, við vorum að leika okkur sko Við gerðum ekki Hvað þú að segja? En akkur eru að leika ykkur í þriða leik fyrir Fortnite Já, það eru þriðja leika Þriða leik Hvað? Hvað er að segja? Geðu okkur ástæða okkur eftir ekki bannaði í fleiri mótum á Ísland fyrir Íslendinga Er það að tala um mig? Já, við erum að tala um þig. Ég skal bara taka í Akkur er bara við það ekki að spara
Þetta óþægilegt. Gamlega, þið varst að tíma áðan í þriðaleik, hvað meinar þú? Hvað er með ástæðu, akkur ættum ekki að banna þig? Ég meina, það ekkert beinar ástæðu okkur að þetta ekki banna mig, sko. Basically að segja við eigum að banna þig, Veist, já. Akkur vildur tíma? Hvað letið? Ég vildi bara, veist, ég veit ekki... Reynsið, þeir eru að setja rocket og svona roskatið núna. Planið ekki að vara alltaf tíma, það var ekki að Skype-base, eða Já, ekki? boys, þetta er bara svo fucking barnalegt að vera að halda mót en samt eru þeir að fokka upp, skilur við. Og það er ekkert að segja sér ekki að fokka upp að þeir eru bara eitthvað að dansa konga, sko. Við heldum að vera að fyndi þið, sko. Við drápum engan, Við drápum engan, sko. Nei, við snertum engan. Nei, ok, en þeir voru bara svona Við erum að tala Reynsa og Garg-gæðin, þeir voru að tíma einhvern eitt gæða. Já, er ekki að... Já, það með að banna þá, sko. Til mér átti Maggi. Hvað gerist? Reynsi, hefur ekkert að segja það. Þetta er your lifeline on the line. Hvað gerist, Tommi? Hvað segir þau? Herri, ok, vá, hvað þetta er barnalegt tjatt, maður. Er það grínast? Sko, Reynsi hefur enga ástæðu, sko. Þeir eru bara eitthvað hlæjandi og þetta er ekkert eðlilega leiðilegt tjatt. Líka sorglega við það, ég held að Reynsi sé actually góður, sko. Þú veist, hann er örugglega betri en ég eða eitthvað, ég veit það ekki. Örugglega bara fýtt gæi, sko. En þú veist, hann bara... Það er svo fucking leiðilegt, sko. Sko, ég held samt að sko, eins og gæðir sem er cheata í svona eins og World Cup og þannig, þeir fá 2 vegna bann. Getur við alveg bannaðan eða mun hann ekki fá að taka þátt í næsta móti og svo má hann taka þátt? Þú veist, erum við að fara að henda bara þú mátt aldrei taka þátt aftur? En ok, mér langar bara að vita líka af hverju er það tíma? Þú veist, hvað er ástæðan? Er það bara því að þeir fannst það bara fyndið? Nei, já, er það bara því að þeir bara svona, ok, við erum aldrei að vinna en ætlum bara að fokast eitthvað? Basically, sko, þannig að basically gæti verið þannig að, þú veist, af því að hann veit að hann fær ekki velun og þá er hann alveg til í að fokast eitthvað. Já, örugglega, sko. Og hvað er það? Hvað þurfum við að gera til að breyta því? Er það bara, við þurfum að gefa top 10 öllum 50 skall eða? Eða, hvað þurfum við að gera? Ég veit ekki, sko. Þeir varst á háhyrningnum. Já. Hvernig var præsið þá? Það var 25 skall fyrir fyrsta seti. Og hvað fyrir annars seti? Ekki neitt. Já, en samt var allir að spila þar bara competitive. Já, 28 gæðir. Já. Af hverju spila það competitive en þið geta ekki spila competitive fyrir 50 skall? Það hefur aldrei verið svona hátt mót á Fortnite. Ég segi, er það því að þetta eru 4 vikur? Ég held það, sko. Ég held að fólk sé bara að halda, eða sé bara svona, ok, það eru 3 vikur búnar og ég er í, þú veist, 30. sæti, ég er aldrei að fara að vinna nema ég sé bara að fara að hafa 20 kill í hvernig leik og ég ætla bara að grífa. Ég ætla bara að hafa gaman, ég ætla bara að fokka í öllum. Dagur að tala um að það eru 50k fyrir fyrsta sæti. Á háerningum? Ertu viss eða? Mér minnir að það hafi verið 25k, sko. Ok, 4 vikur er líka sko langt, ég skil það alveg. Það getur verið langt, sko. Ég er að segja, þú veist, við vitum það alveg. Það er alveg svona íta undir svona behavior. Þú veist, ég er að segja, ef þetta væri bara 2 dagar. En bara 2 vikur? Nei, ég held við þurfum bara að taka 2 dagar, sko. Ég held við þurfum að taka bara föss, laug. Þú veist, ég er að segja, ef einhver er að drulla föss, þetta eru bara kannski 10 leikir, þá ertu ekkert bara svona, ég ætla að grífa, af því að þú veist, þú getur actually náð comeback. Já, ég skil. En þetta eru kannski of margir leikir, þú veist, það eru 4 leikir, þetta eru 16 leikir, að fólk heldur bara, já, ég er búinn með 10 leiki, ég er aldrei að fara að ná þessu, ég ætla bara að grífa. Nathan, vann 200k á hringnum, já, en vannst það í Fortnite eða? Hver er það að segja? Þetta er góða punktur. Hætti samt að væla í þessu 4 vikur, það er ekki afsökun til að hafa þessu 5 ára krakki og fara að væla og grífa hérna. Nei, ég er að segja það, þú veist, þetta er kannski bara eitthvað svona sem við þurfum að... Sko, það er satt skrítir úr ykkur, ef þú ert að tala um að þú getur ekki haft áhuga meira heldur en 2 vikur, sko. Hvað meinar þú? Það er samt bara satt, sko, að því að fyrstu vikuna var alveg 80 og eitthvað gæjar að spila. Já, ég skil það alveg, sko, en ég vissi samt ekki að gæjar myndi bara eftir 2 vikur, þetta er 3. vikan, sko. Ég hélt... Eftir 2 vikur er gæjar bara, við ætlum bara að fokast eitthvað. Ég hélt... Ok, þóttu sért ekki besti íslenski gæðin, ég held að þú gæti samt komið inn í þetta mót og spilað og haft gaman. Bara svona, ok, ef þú ert það lélugur, bara svona, þá þarftu bara að fela þig, bara svona, vá, ég náði actually 10 points, veist, ég myndi vera glaðið við það. Sko, hérna er einhver að hugsa um, sko, 4 vikur í staðinn fyrir 4 daga. Það sem ég hugsaði, akkur persónulega mig langa að hafa 4 vikur, en mig langa að þetta væri bara svona,
Þú veist, allir sem Fortnite-gæjar að taka þátt í Cash Cup á miðvikudögum og fimmtudögum og á laugardögum og sunnudögum aftur Cash Cup FSN Duo og svo solo og mér langaði bara, ok, akkur búið við ekki til bara mót sem bara, þú veist þetta 6 til 8, þetta eru 4 leikir, þú veist þetta eru 4 leikir í viku 3 tímar eða eitthvað já, í 4 vikur ég skil alveg 4 vikur og horfa þannig, það er langt sko. Mjög langt, sko. En þú ert bara mætið 2 tíma til að spila Fortnite-leiki svo er bara búinn, sko. Basically, sko. Mér langaði bara að Ice Cold væri bara með mót sem væri bara svona inn á milli alvöru Fortnite-mótana og við væri bara með mót í 4 vikur og svo bara búið fyrir bara Íslendingar, sko. Já. Ég þekki alveg nokkra útlendingar sem voru okkar, hey, can we play in this, þú veist en svona, nei, því miður, þú veist, þetta er bara fyrir Íslendinga því að, þú veist, það er ákveðið gaman að spila bara með Íslendingum, sko. Já, true. Já. Þetta er gaman. Gaman, nei. Mér finnst eitthvað leiðilegt hvað eru ógeðslega margir að senda á mig og segja eitthvað svona hey, þetta gerðist Þú veist, ég er bara með 100 Discord message. Hvað hópur er þetta sem við vorum að þetta chat með? Þetta er the other side. Nei, þú veist, af hverju, ok, nú langar að spyrja. Já. Af hverju Naga, Tomper, Artumio og hérna, var ekki einn annar viðbót? Dagur og Yatsi. Af hverju eru þeir inn í þessum... Og Styrmir. Já, sko, Dagur var ekki fokast, hann var að reyna á sísu leik. Já. Af hverju myndi Tomper og Artumio byrja bara eitthvað að dansa konga þarna? Ég held að Artumio væri bara... Artumio er í sko topp 4 núna, sko. Að því ég held bara að þeir eru saman í kolli og það hefur einhver starta bara svona, hey, gerum þetta og þeir eru bara svona, ok, gerum það. Já, ég er að segja, en þú veist, ok, Artumio samt var í topp 2 í 2 leiki í röð. Já. Sem gerir það örgulega verkum að hann komst yfir einhverja gæða hana og er sko contender á að vinna mótið, sko. True. Þú veist, ég veit ekki, mér finnst það rosa eitthvað svona, já, Tomper var líka í þessu, Tomper er, þú veist, ég veit ekki. Ég held þetta sé bara svona gæjar sem deyja snemma eða eitthvað svona lendi í einhvern skell séu bara eitthvað svona hey, ertu til í að gera þetta? Gerum þetta í næsta leik lendi bara hérna með bát og chillum já þetta sé bara eitthvað þannig sko við tökum bara 50 skall sjálfur það verður ekkert síðast mót við erum að tala um að þetta er svona 15 gæjar í þessu kolli þetta segir mér að þú er einn af þeim og þeim myndi allir segja við lendum hérna og, þú veist, förum í bát og chillum þú veist, myndið þú bara nei, ég ætla að chilla já, Dagur gerði það já, ég er að segja, þú veist það er hann eini gæði sem er með eitthvað haus á það, sko og Yatsi líka ég ætla að gefa Dagi það, hann var chillin, sko ég veit ekki hvað finnst fólk í chatinu? Ekki bara taka hann 50 skall sjálfur, bara mér finnst það alveg leiðilegt fyrir fólk sem er actually að standa sér vel, þú veist já sammála Þau eru ekki fara að taka 1v1 fyrir top 10 eða? Það er bara 1v1 battle Nei, það er samt ekki eins sko Já, góð punktur, vill Tomper eyðileika reputation sitt í íslensku competitive seninni Artur var tímað ekki og var í kolli Sko, við vissum náttúrulega að fólk myndi verið í kolli sko Það er allt í lagi, ég skil það Ég skil að það verið í kolli sko Við erum alveg að hlusta bara eitthvað svona þetta er hérna kísi, haha ég draf kísa Ok, það er alveg smá shady þegar fólk er í kolli og segir Ert þú inn í hérna lazy eða? Já, það er það Ok, ég ætla ekki að pússa þig Þú veist, það er alveg svona, gauðir, why? Sorry, Fannar Orri, við vitum það Hvað? Það er ekki að kommenta þetta hvert einasta komment sko En ég segja, þú veist, ef fólk er í kolli bara eitthvað svona Strákar, ætti ég að taka 2 bigs eða 3 minis, þú veist, eitthvað svona þannig þú veist, bara svona get chilling comms ég skeita á einhvern gæja En þú varst að tala um daginn, þú veist, væntalega eru menn í kolli við erum bara spjalla, maður er bara að spjalla Þú nennir ekkert að vera einn eitthvað þú veist, og spila cash, solo Já, ég skil þig Þú vilt alltaf vera með einhvern gæja og segja, þú veist holy shit, ég gerði þetta Veit að þá ekki að gera þetta en ætlum að gera Skybase sem gaur spreyja á okkur og pushum og plus erum bara 54 hver leik ekkert gaman ef það er bara 10 gaur að moving Hvað meinaru? Veist samt fyrir hvert kill sem einhver fær eru 2 stig þannig að ef það eru 10 gæjar þá er alveg 20 stig ef einhver tekur einhverju Skybase sko
Herri, hvað ætlum við að tala þetta lengi samt? Elskar hvað Magnús orðið duglegur á moddinu. Hvað er hann að gera? Bara góður að taka út. Fíla Magnús. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að halda þessu lengur eða hvað ætlum við að gera? Ég veit ekki, ég var að heyra eitthvað í kísa á þeim eða er Lexín í þessu eða? Nei. Lexi er fair play, sko. Sko, ég veit að Jatsi eins og, ok. Jatsi Dagur, er Dagur alltaf að tala það? Sko, Dagur er hann með eitthvað ræði? Hann er bara það grænn með Discord. Bitu, við vorum að horfa á Dagaðan. Ég var að segja frá að þú veist, þú getur verið með einn key þar sem mutar alveg. Hann með mutað, svo hann búin að gera eitthvað, boxa sig upp, hann eitthvað, vá, ég gerði þetta, og svo mutað hann aftur. Þú veist, þetta var bara svona, ég ætla að segja hvað ég gerði. Það var aldrei eitthvað svona, er einhver hérna búin að boxa sig upp hliðin á mér eða? Það var aldrei að biðja mig information, hann var bara að segja svona, vá, ég næst þið döðir, sko. Sko, nei, við erum ekki að fara að slúta þessu móti, við vantilega klárum þetta mót. Já, við klárum síðustu Við erum vikuna. bara mjög pirraðir núna, sko. Af því að við heldum í alvörinni að við gætum haldið þetta mót með þessu fólki sem við völdum inn og það myndi ekkert vera eitt svona leiðilt dót, skilur. Þannig að persónulega finnst mér leiðilegt að ákveðna einstaklingar hafi verið að fokka þessu einhvern veginn svona upp sem að ég held að myndi aldrei gera það, skilur. Já, ég held ekki, sko. Já. Ég ekki bara fara að vlogga aftur, já. Æ, ég veit ekki maður. En sko Það er svona, þú veist. En, ok, ímyndum okkur Er Dagur að tala bara? Gunnar Sjöna. Gunsi. Sæll Gunsi. Okkur getur verið að segja neitt. Gunnar, heyrðu mér. Þeir eru bara að hlusta á okkur. Þeir eru bara að hlusta á okkur, sko. Blikk komið, þið fá bara warning. Það var bara útskýrðu. Ég ætla að hoppa bara í privsal með Gunnar. Gunni, heyrðu mér. Já, heyrðu mér. Hvað segirðu, Toms? Markmið okkar var ekki að reyna að skemma fyrir neinum. Við vorum bara að flippa því við vorum bara gríft alla fyrstu leikina. Því gæðar sem eru nú þegar að neðst á skorbortinu voru bara, streamsnap okkur og tíma okkur og whatever, eins og reynir og whatever. Þeir voru ekki með okkur í kólinu, fyrsta, hvað var það? Þriði leikinu, þar sem þeir voru að tíma það whatever. Þannig að það var bara, tímaútviting, þannig að við vorum bara að flippa og við vorum ekkert að reyna að skemma fyrir einum en einum og bara byrgiði fyrir hönd okkur allar, skilju. En ég skil, eins og Dökker var að messagea mig, að hann eyddi 2 launchpads að fara frá okkur bara að því að það voru 10 gæðir að hlaupa í áttunum og pikka svona úti, skilju. Og svo dó hann út af Arnór eftir á. Já, væntanlega er það að eyðileggja fyrir þeim öllum hinum. Ég skil það klárlega, en En mér skrýta okkur þú myndir taka þátt í þessu, okkur myndir þú ekki halda áfram því þú ert alveg í topp 10, sko. Bara að því að það var orðið svo motivating að vera bara teamed on af einhverjum gæðum sem eru bottom og scoreboard og streamsnappaðir fyrstu 3 leikina. Maður var ekki alveg að nenni, okkur langaði bara að hoppa í því Valorant eða whatever. En þú streamaðir bara 1 leik. Tomsi, þú varst bara að streama 1 leik, sko, getur ekki sagt Ég veit það, ég meina, ef gæðin er í channelinu mínu fyrsta leikin, búinn að vera vottinu mínu, það er svolítið augljóst. Já, ég meina, þú getur samt ekki ætlast til að bara engin lendin einstað hjá þér, skilur, þannig sé, sko. En ég meina, getur þú ætlast til þess að gæðin messagea mig hvort ég ætla að streama, eða hvort ég sé að spila leikina og lendi síðan nákvæmlega þar sem ég lendir, þegar hann hefur aldrei lendar. En átt þú ekki bara að taka þannig gæði bara og geta hana því þú lendir hann alltaf og hann lendir hann En ég meina, hann 50-50 er kisturinn minna, hann fær byssuna, ég pikka svona 80 og svo krassa leikurinn minn. Nei, ég veit alveg að það er pirrandi, sko. Ég ætla ekki að taka það frá þér, sko. Þetta var bara, enginn okkar var eitthvað að reyna að meina neitt illt með þessu nema, reynir og stimmið og döður með, þriðaleiknum. Nei, ég skil það alveg, sko, en við þurfum bara að taka hennar leik út, sko. Ok, ég meina, það er bara fyrirgeðið fyrir hönd okkar allra, sko. Það var ekkert mál, sko. Í alvörunni, það er alveg mikið mál, skilju. Ég skil alveg nákvæmlega hvaðan þið eru að koma og ég vona að þið skilji líka hvaðan við erum að koma. Já, sko, ég skil samt ekki hvað þú ert að tala af því að þú ert að tala að þú búið svona að ég var grífaður fyrstu 3 leikina, ég ætla bara að eyðileggja fyrir öllum hinum.
sko, hugsunarhátturinn okkar var aldrei að eyðileggja fyrir öllum hinum. Þetta var bara, hei, strákar, ég var aldrei að lenda hérna og dansa. Þú veist, það... Já, en svo allir að múða okkur bátum út allt. Þá það ekki að skemma fyrir neinum. Þú veist, þegar vorum að keyra á bátunum, við skutum ekki neitt, við gerðum ekki damage við neitt. Við vorum bókstaflega bara að labba saman sem hópur inn í sjón. Já, en þú ert væntanlega að skemma fyrir öllum. Þú ert að hafa áhrif á svo marga eða einhver sér Ég fatt það eftir á, en þú veist, þegar við vorum að spila leikið, þá vorum við ekki að pæla út í það, skiljur, og það var ekkert eitthvað sem... Má ég segja eitt? Já. Þeir sem var að gera kongadansinn, þeir ætlaðu allir að lenda á agency og gera pickasfight ofan á þakinu. En svo ákveður að fara að dansa og eitthvað. Já, ok, ég myndi okkur það, hérna Kisi, hann lendur oftast að agency, ekki? Já, einhver bara. Já, ok, þú veist, fyrir gæjana sem lenda þar til dæmis, hvað ætlaði að gera í því? Ég var ekki í þessu, sko, Nei, ég var bara að segja, þú veist, overall. Sko, ef ég myndi lenda í agency... Það var engin agency, við vorum allir bara með highlight, þú veist, áður. Það var engin að fara í agency, en við lendum bara vona á, þú veist. Ég veit það, Það var engin sem var ekki kólun okkar sem var að fara að lenda agency eða sem droppaði nálægt agency. En ímyndaður þetta á stærri mótum sem væri actually haldið á Fortnite, eða væri bara eitthvað 100 manns í solo cup, bara eitthvað... Það væri bara allt í 20 manns að dansa á agency. Væri það ekki byrjað? Já, ég meina, þú veist, væntanlega ert aldrei að fara að gera það í stærri mótum, þar sem, þú veist, þar sem hver einasti leikur skiptir miklu meira máli, fattar ég? Af hverju skiptir það miklu meira máli? En af hverju ekki að taka þess? Þú veist, hérna, fattar ég, þá erum við með hvað, við erum með 4 vikur, 4 leikir hverju viku. Þetta eru 16 leikir. Þetta eru 16 leikir, ok? Þú veist, það er alveg slættið, þó þú sért neðstu núna getur unni bara að vinna alla leikina í næstu viku, skilju. Já, true. En þegar hvert einasta sæti skiptir miklu meira máli á stærri mótum heldur en, þú veist, munurinn á 10. sæti og 1. sæti, þú fær ekki neitt fyrir 10. en þú fær eitthvað fyrir 1. fattar ég? Og 3. og annað. Já, en fattar hvað er að koma, þú veist, já, það er miklu meira, gæðina sem eru með engin stig nú þegar, skiljur, þú veist. En ég myndi skilja, Það er bara svo mikið í motivation, þú veist, þegar þú ert alveg bottom og það byrja gæðir að gefast upp. Já, ég er að segja, en þú átt ennþá sjens á því að vinna þetta mót, sko. Ég skil það klárlega, og þú veist, Tumi líka og allir, whatever, þú veist. Ok, Tomkar. Já. Ok, Fortnite heldur mót fyrir kannski 2-3 miljón players. Já. Þá er skiljanlegt að top 100 fær placement. Við erum að halda mót fyrir 100 players. Ekki einu svona, sko. Þá getum við ekki látið top 15 á sæti, sko. Það er svo fáir sem er að taka þátt. Þá verðum við væntanlega að hafa færri stig. Það kemur út á sama, 2 miljón players og top 100 fór stig, eða 1 fær stig, nei, 1 fær pening, skilur minna, fyrir ekki stig. En ég meina að þú horfir á eins og Fortnite tournament nú þegar, þú veist, þegar gæjar eru ekki með einn stig, búinu með, þú veist, 7 leiki á klukkutíma og þetta er. Já, þá hoppaði bara í double-key, sko. En þú veist, þetta er samt ekki alltaf sama lobby, þú veist nákvæmlega hverjir eru að spila og allt það, sko. Auðvitað skiljið það. Sælir, drengir. Sælir. Góð daginn. Má ég vera með þessu í chatið hérna? Auðvitað. Hvað er hérna, hvað voru að ræða? Við vorum bara að ræða það sem er í gangi. Það sem er í gangi? Já, ok, nice. Hérna, herri, ég var að tala um Tomberna rétt á hann. Já. Á, ég líka. Og hérna, þetta er alveg fleikar aðstæðanlegt á ykkur, stakar. Ég fatta það eftir á. Auðvitað. Hvernig getur þú bara að fatta það eftir á? Þegar þú hugsar bara það að vera að lappa í ykkur ringi og gera ekki í raskat. Án þess að vera hlutlaus, við vorum ofta að tala um að þetta væri svona skipt í 2 hópa. Ég sé engan frá minni hliði vera að gera þetta, sko. Þá er ég að segja að gæðinni sem spila alltaf með ADHD og Vaffes og GVF. Hvað segir þú með því? Það er líka alveg hárrétt. Við erum bara að taka þátt í þessu móti á mjög heiðalan hátt eins og við töldum að allir aðrir myndu gera. Og svo áður en ég veit að lendi í hérna fyrir viku að ykkur 2 strákar eru saman í kolli og eru báðir að lenda mér í gróttóinu á meðan þeir eru saman í kolli. Skilur mér, er samt fakt af Tomber að þeir séu ekkert að svindla? Nei, það er til VOD á streaminu hjá Hjöss af öllum voicecoms í báðum vikurum. Allt gameplay þeirra er til vídeo á því öllu. Já, en málið er getur þú fengið nákvæmlega Nei, sem þeir voru ekki, ég get bátsað fyrir það að ég væri í kónum. Það er frábært. Skiptir ekki máli. Þeir eru vinir og þeir eru að lenda á sama staðnum
og annar gæi sem þeir eru búin að vera einhverju bífi við. Mér er alveg sama á það í callinu er engin sönnun að þeir hefðu gert eitthvað af sér. Þeir geta planað sem þeir vilja fyrir þetta mót og bara sagt það sem þeir vilja og bara skipulagt það sem þeir vilja. Og svo eru þeir tvei vinirnir að lenda á sama stað og okkur annar gæi. Þú hlýtur að sjá að það er eitthvað off við það sem er í gangi. Auðvitað, en ég meina það er líka bara nákvæmlega það sem gerist meðan. Það er off við það, þú veist. Hvað ætlar að vera með það hugafar? Þetta gerist við mig, eiginlega fyrir öllum. Nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að segja. Þú ert ákveðlega að segja það, sko. Nei, ég er nefnilega ekki að segja það, ég er að segja, þú veist, ok, það er kannski einhverja pínlitla líkur að það geti hafa gerst. Það geti verið þannig, að þeir geti hafa verið að DM-a hvern annan eða whatever. Það sem ég hefur ekki vitað að því, en ég get samt persónulega voucha fyrir það að þeir voru ekki að svindla mót þér. Þá er ég að tala um Tuma og... Já, ég skil, þú ert að segja þess að þú veist ekki mögulega hvað samskipti hafa átt vera á milli, en samt ertu persónulega voucha að þeir voru ekki að svindla. Ég er að segja að fyrir allt sem ég veit, fyrir allt sem þeir sögðu, að því ég var með þeim í calli fyrstu vikuna, aðra vikuna og núna þessa þriðju viku, að þeir voru ekki að svindla. Þú veist, Fossarinn krassaði sko... og svo var annað dæmi, ég leit ekki túnað eitthvað inn á, þú veist, hérna hjá Degi á hann. Ég er ekki að segja þess að Dagur sé að gera neitt, sko. En ég draf hann á mjög fyndinn hátt. Það var illa sér, Skiptir ekki máli. Við vorum líka að horfa á Dag á hann, Það var sko. alveg fyrir, ég bara bjóst ekki við. Ok, þannig, Dagur er greinlega með þessu calli líka. Hann glætar yfir grottóið, þar sem ég og bakkabræður lenda, og hann segir, þegar hann sé bara einn gæja, ertu bara einn í grottóinu eða? Skilur við? Þú veist, hann er út með annað gæi í sama calli sem er að fljúa yfir og hver veit nema kannski er hann að koma eitthvað hvað ég er að lenda eða ekki. Þú veist, það er bara allt grunnsalegt við hvað er í gangi hérna hinum meginn. Allt saman. Það er það ég var að segja, sko. Svo sér maður leikinn hérna á hann, hvað, 10 gæjar á mér, ég eði 2 pöttum og svo er Tomber eitthvað að við myndum ekki neitt slæmt með þessu. Já, sko, ég held að það sem að læra að þessu er að, þú veist, sama hvað gerir, þá ertu náttúrulega væntanlega að eyðileggja fyrir öllum, sko. Og þú veist, ef þú ert að gera eitthvað svona, þá ertu væntanlega að eyðileggja fyrir öllum og ég vona að þetta sýna okkur fyrir loka vikuna að við reynum að spila þetta heiðilega því að það er náttúrulega miklu skemmtilega, sko. Auðvitað. Það er ekki það? Auðvitað er það miklu skemmtilegra. Að sjálfsögðu, við erum með 2 strángheðilega menn að halda peningamót í Fortnite og það er ekki peningamót í Fortnite fyrir bara Íslendinga hverja einustu helgi. Það er aldrei, sko. Það er alls ekki þannig. En okkur erum ekki allir að taka þessu alvarlega eða í allan eitthvað í áttina því. Frekar hann að hópa okkur saman, lenda á búa agency, en nei, við vissum ekkert að hann væri þar. Og þú veist, og hvað svo, báta í kringum, þú veist, þetta er farlegt. Það sem við erum að reyna að gera, við erum að reyna að búa til stærri mót í framtíðinni. Þú veist, ef að margir Íslendingar eru að fucking digga þetta mót í dag, þá veit maður aldrei hvort það verði bara, herri, næsta dúamót, það er 500.000 þú veist, í velun, þú veist. Sko, við erum að fá, sko, ég ætla að fakta það núna á þess að vita. Við fengum fleiri views á fyrstu vikunni heldur en nokkuð tíman hérna rafíþróttastöðin hjá stöð 2 er að fá á sko CS-mótinu á sér, sko. Já, það er svoleiðis. Sko, 100%, sko. Twitch á þeim er oftast sko 800 eða eitthvað svoleiðis. Okay. Bara sjúklega gamla því og við erum alltaf með keppendur sem höfum áhuga á svo leik. Af hverju erum við þá að vera að skemma fyrir öðrum og ekki bara öllum þáttunum, heldur líka bara þeir sem er að halda mótið. Þetta er bara vesen fyrir strákana, þetta er ógæta leik, þetta er tímaæsla, við erum hérna í einhverju kolli, þetta er bara fáránlegt. Já, við þurfum núna að fara í gegnum þess að alla 3 leiki og tjekka hvað er í gangi og gefa skor út frá því og allt það. Og það er ekki að segja bara eftir á, ég reynda að pælda ekkert í því að það væri slæm hugmynd, þetta er fáránlegt. En ég vona að allir vita það núna, sko. Já, ég veit að allir vita það núna. Ég byrðist bara fyrir hönd mín, bara mína hönd og alla hérna sem voru með mig, bara innlega afsökunar. Okkar hugsunaráttur og okkar meining var ekkert að skemma fyrir neinum, en við áttum okkur á því, ég held að við gerum það allir, að við gerðum það. Ok, það er gott að heyra. Skiljiði. Það er bara svo leiðis. Hörru, annars ætla ég bara að dippa, Já, takk fyrir eitthvað. Drekki nóg Fanta og leitar. Semleiðis. Gott input. En við skiljum ykkar sjónahótt, en þú veist, allir læra af sínum mistökum og ég kann að meta það að þú sért búin að svona... Átta á því að þetta var miskil. Sko auðvitað. Ég átta mig klárlega á því. Þú ferð ekkert í gegnum lífið á þess að gera mistök, sko. Nei, þú verður bara sterkar af því, sko. Og þú veist, maður hefur oft, já, þetta gerist bara. Já, herri, bara... Já, takk fyrir þetta að spila okkur. Yes. Use code Dagur in the Fortnite item show. Ekki gera það.
Þannig að ég náðu kvart að dag Nei, toppur Ingi Báður Herru, já, ok Ég Hvað er að gera? Það var alveg hitt í þessu Býta þess Það var alveg hitt í þessu En ég held að allir aðilar núna fatti kannski voru við ekki nógu skýrir eða kannski ég veit ekki en ég held að aðilar sé að fatta núna að við erum að reyna að búa til mót sem er legit og það, við viljum ekki hafa eitthvað rugl channel okkar er fullt af rugli sko. Við erum alltaf að fokast Við erum jokesters sko. En við vildum bara að þetta mót myndi vera ekki þannig Nei, þú veist, af því að það þarf ekki nema 2-3 til að ruggla eitthvað til að eyðileggja allt Þess vegna vorum við svo mikið að reyna að fá alla svona, ok, þessi er legit, fá mann í mótið Við vildum ekki fá bara einhvern til að geta fokkað einhver upp True En svona er þetta bara Svona er þetta, við erum ekki að taka annan leik, sko Mér fannst það fucking gaman að taka svona call, sko Já, ég ætti að tala um að fara að taka síðasta leik, ég bara nei Við eyðileggjum bara hann síðasta leik Nei, það er búin 4 leiki, sko Er eitthvað annað sem við viljum tala um, eða? Getum við, er einhver svona í chatinu sem vill heyra annað Mér langar bara að vita hvað var ástæðan hjá Tomper, Artumio og Naga Þú varst að heyra það frá Tomper Já, en þú veist Artumio er búin að vinna 2 leiki í topp 2 Hann er væntanlega það að því við erum ekki upp þetta skorið þannig að fólk sér eitthvað Nei, það hefur bara verið hóppressan sko. Já, mér finnst bara skrítið að þú veist, segjum að ég væri bara hérna ég myndi aldrei vilja bara eitthvað fokka mér upp að því ég er búin að vera slátra þennan dag Ég segi bara, þú veist, ef ég myndi slátra í dag á hann bara í 2 leikjum svo bara, herru, ef ekki allir lenda agency og dansa Ég væri bara, nei, eins og Dagur gerði Dagur er bara, hell no, ég er poppin off og ég ætla að slátra sko. Já, meikar er lengan senn sko. Ég skil ekki að hverju þessi sem er í topp 10 myndi actually vilja gera það Af hverju myndi þeir ekki bara vilja Ég bjóst við að þetta væri bara svona gæðir sem að væri sko 70. sæti Já, akkurat sko. Skil, sko En já, en alltaf gaman að heyra þarna Tomper og þeir séu, þú veist sorry yfir þessu og ég vona að þeir séu sorry yfir þessu í alveg Já, true Já, þú veist Já, ég veit hann alveg það sko Nei, þú veist samt alveg að oft er maður eitthvað svona haha, þetta er ógeðslega fyndið og maður pælir ekki í svona hvað er að gera fyrir aðra sko. Vist, þannig að já, þú veist það er alls ekki hægt að vera eitthvað Sko Reins er að segja að mitt fuck-up vorum að reyna að hafa gaman og ekki hugsa hvað við vorum að skemma fyrir öðrum en hafið það gott Akkur ekki stíkinu Sko eina sem ég fíla ekki við það sem Reins er að segja var hann ekki að segja eitthvað nú? Jú, hann bara Dagur hæta það Sko Nei, Dagur, fyrir ekki Ok, eina sem ég fíla ekki með við Tomper þá og með við Reinsa að Reinsi var actually að skjóta á einhvern annan gæja 2 til að reyna að drepa hann en Tomper og þeir voru bara svona já, við ætlum að vera bát og við ætlum ekki að gera neitt Þú veist, ég að segja hvað er skárra? En hvort var það til að vera bát og gera ekki neitt eða reyna að fá 50 skall, skilur Ég veit það, en hvort er verra? Hvort er verra að vera, þú veist þú kemur inn í leik og ert á bát með einhverjum 5 gæjum bara svona, við ætlum ekki að gera, þú veist, skjóta ekki á neitt sem er alveg slæmt eða þá að þú lendir með einhverjum öðrum gæja og þeir eru að reyna að drepa einhvern neitt gæja bara 2 á deginum það er 100%, Reinsi, við erum búin að kikka honum út Já, það er verra sko. Þá ertu tíma sko. Þá ertu að tíma bara algjörlega bara að reyna að drepa einhvern gæja það búið að kikka þeim út sko. En þetta sem var að gerast í síðasta leiknum það sem Reinsi þeir gerðu var í 3. leik sko. Já, við erum búin að taka Reinsi út því miður bara sem betur fyrr Ég myndi að ef þú vinnur fyrsta leikiðin og kemst í topp 10 en svo fari ekki stigin fyrir það væri svo leim það væri mjög leim Sko, mér finnst fáránlega leiðilegt sko Ég skil það, Kristofur að ég sé actually bara poppin ég held að ég eitthvað svona, wow, ég er með fullt af notifications ég er nettast í gæi heimi en svo er bara svona 10 gæjar að segja eitthvað svona herri, þessi, hann fór hingað og streamsnappaði mig, var að tíma með þessum svo bara kíkja á næsta, þessi var að tíma með mér sko, þetta er allt eitthvað svona sko, við vitum alveg við vissum alveg áður en við heldum á mót við vonum bara, ok, þú veist það gæti alveg gæst að myndi fólk streamsnappa Já, við vissum alveg að fólk myndi ekki tíma en þau myndi svona, ok, ég ætla að lenda hér við erum ekki að fara að fæta það var það sem við heldum við skildum það alveg já, bara, þú veist, ég bara svona, þú veist, og svo hugsaðum við, þú veist ef ég myndi alltaf lenda í agency
Já. Og þú myndir lenda í agency. Ok, við erum duo. Ef þú myndir segja við mig fyrir mót, ég ætla að lenda í agency, þá myndi ég væntanlega ekki lenda í agency, bara til þess að skemmi ekki leikinn fyrir þig. Og það er alveg 100% skiljanlegt. Já, það meikar alveg sens. En þú veist, þið þurfa ekki svona, ok, þú lendir í agency, ég ætla að lenda einna norðan megin við það, svo kem ég henni til vinstra megin við söfnum byssum þar, þú veist. Þetta er basically bara, þú veist, svo munið einhvern tíma að lenda á hverjum og þeir eru báðið no-skin og þeir vita ekkert hver hvað. Ef ég myndi kúka þig, late game. Já, þú myndir hlæja mér, sko. Já, ég myndi taka hérna bara. Já, það var bara góð. Ég myndi þú veist, það er alltaf lægi að drepa vin sín, sko. Mér finnst það fucking gaman. Í Fortnite, svo. Nei. Bara vera alveg 100%. Já, ég veit ekki. Ertu að sjá hvað ég með mörg Discord message, eða? Ertu að tala í 3. leiknum? Mistu öll stíðin okkar að henda þeim sem voru tím út. Þú ert að tala með 4. leiknum bólar, eða? 3. leikurinn alltaf lægi, sko. 3. leikurinn stendur. En 4. leikurinn stendur ekki. Síðasta leikurinn. Því miður. Og þú veist, þau eru átt ykkur á því, sko, að nei, við tökum ekki annan leik. Það er ekki hægt að taka annan leik alltaf langt síðan. Ég bara segja, þú veist, eins og þetta eru vinir hans, sko, Dagur var í þessu kolli og þetta eru félagar hans sem eru hérna sem að gera þetta. Hann ákveður að taka ekki þátt í þessu, væntanlega ekki, af því hann vill bara, þú veist, hann var bara það góður í dag, hann er bara svona, ok, ég ætla bara að halda áfram, skilurðu, make alveg sense. GG I guess, Kristó. Já, það var sko, það verður átt ykkur á því að við þurfum að ákveða hvort við ætlum að hafa leikinn eða ekki. Væntanlega höfum við ekki leikinn af því að allt sem gerist í leiknum hefur áhrif á allt sem gerist eftir á. Þannig að segjum að Kristó og Baller lenda í top 3. Ástæðan af hverju lendur top 3 er af því að það er búið að eyðileggja kannski fyrir einhverjum 5 gæðum sem gætu verið núna í hefðu geta verið í þeim leik í top 3. True. Þannig að þið lendu í top 3 út af því að það er búið að eyðileggja fyrir öllum hinum, skilurðu. Ég veit að þeir segja að þeir voru ekki að gera neitt, skilurðu. Já, ég er samt alveg líka til að hugsa eitthvað svona, hvað er þetta, allir, en ef við myndum frekar bara gefa mínustig á alltaf það sem gerði það. Ég er að segja, þú veist, það fær engin stig, það fær engin stig, en allir sem voru að fokka ykkur upp, þeir fá bara mínus 50 stig eða eitthvað. Já, mér finnst það meika meira senn, sko. Þannig að við erum að leiða þeim sem að tóku leikinn alvarlega, þeir bara eru á núlinu, skilurðu, en þeir sem að tóku leikinn ekki alvarlega og voru að fokka upp, þeir verður bara refsa og þeir fá bara mínus 50 stig. Já, mér finnst samt alveg, ok, hversu alvarlegt brotið þeir eru að gera, ok, ég skil það ef þeir voru eitthvað svona í bát, bara ekki gera neitt, en þeir heldur að vera ekki að gera neitt, jú, það er kannski mínustig, en ef þú ert að tíma með einhvern gæja að drepa einhvern annan, það sem þeir eru tveir, bara svona, hei, drepum hennan gæja, það er alveg bann. Já, við erum búin að kikka það út, sko, þeir fá ekki neinn stig, sko. Já, mér finnst alveg mínustig á þá sem að jókuðu og voru bara eitthvað í bát. Þannig að þeir sem tóku ekki alveg græða eitthvað að því, þú veist, þeir eru ekki... Góða punktur, þá ef þið takir 50 stig á þeim, þá grífa þeir meira. Það er enda ákveðin punktur. Það er góða punktur, sko, þetta er alveg margir. Þetta er kannski 10-15 gæjar, sko. Erum að fá takk fyrir donation. Herra Danni, maður, hann er að henda 220 krónum í headphones fyrir vin okkar. Fyrir D-Thor, við erum komið 3 skall eða eitthvað. Það ég eftir að berja Stefán í stream. Já, það er hann í klassi. Smetta hann eins og. Ímyndar Stefán var að cheata á hann. Stefán er einn af þessum gæði. Varstu að cheata? 13. Lemd hann í klassi. Meira. Að banna! Að svindla! Ég fekk svona... Já, ég held að segja því að það sem vill ströymir í hann. Já, ég fekk líka. Ströym í eyrun.
En ég held að sé samt Sko við erum ekki verið að reka þá sem voru að fokast eitthvað úr mótinu Sko það er munur að vera trolla heldur en að vera svindla Já, það er mjög góð punktur Mjög góð punktur Þú veist, ef þú ert bara gæði, herri, ég ætla í þetta mót og ég ætla bara að vera trolla, þú veist, ég ætla bara að vera, þú veist, fela mig, eitthvað svona bla 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 með einhverju vinum mínum Ekkert eitthvað, þú veist, þú ert ekki að gera damage gæja, þú veist, ekki eitthvað að hræða gæja, jú, þetta er alveg slæmt en þú ert ekki að sýna jafn mikið svona hvað er maður að segja þú ert ekki að svindla sko þú ert ekki að svindla það munur á tíma og trolla já en þeir sem eru að trolla eru samt að eyðileggja þeir eru að eyðileggja en þeir eru samt ekki að þú veist grífa einhvern gæja þeir eru ekki bara eitthvað skjóta tveir á einhvern eitt gæja ég held samt sko eftir þennan leik að þú veist þeir sem voru að trolla taka inn á sig, ég veit, þú veist, það er engin sálarlaus hérna, sko, ég er að segja, þú veist, þeir vita alveg núna að það á ekki að trolla og þú veist, ég vona að þeir taka þetta með sig í næstu viku. Fólk lærir að þessu, ég er alveg búin að fá nokkuð skilabóðin að bara svona, já, við erum búin að átta okkur að þetta var ekki sniðugt, þú veist, og þú veist, það er það sem við viljum heyra. Ég ætla ekki að jarða neitt fyrir mistök sem hann átti að segja á. Þú veist, þetta er ekki mistök endilega sem hann vildi gera en hann gerði, þetta er bara eins og með Face Jarvis þetta er gæi sem var bara mjög respektaður í Fortnite community hann notaði aimbot í bara casual game sem skipti engu máli en hann aimbotaði og hann var bara bannaði for life á Fortnite þú veist, ef hann hefði verið að gera þetta í móti jú, það hefði verið mun verra en þú veist, sko. En þú veist þetta er samt svona af hverju þetta gerir þetta, þú veist að hvetja aðra til að gera þetta og gerir þetta sjálfur þú veist, hann átti sjálf á því en þú veist, mér finnst pínu mikið að bara svona herri, við ætlum að bara skera alveg á hann Sko, Ball er að tala hérna að reka þá úr mótinu við sögum sko, í reglunum í mótinu var að þú hvernig var reglunum þetta? Tímaðir Já, að þú tímar Spila heiðarlega var regla Það var regla Við vorum bara útskýrt allt í e-mailin sem við fengum sko, að basically að maður sé að farið yfir reglunar Ég skal útskýra það Við viljum benda á þessar reglur Allir keppendur þurfa að vera nóskinn Ekkert rugl, 3 punktur, spila heiðarlega Það er basically sem við vorum að það er ástæðan Það er svona bátadæmi Já, ef þú svindlar, ertu rekinu mótinu og Fortnite samfélag Íslands mun drullleiði Það er svindl það finnst mér, ok sko, mér finnst bátadæmið það er ekki beint svindl en það er rugl og þú ert ekki að spila heiðarlega væntanlega ekki að þú ert að tala við annan fólk eins Reynsi og Gargæn þeir voru klárlega að svindla sko. það er alveg svona það er alveg svart sko. það er búið að reka það úr mótunum bara skulum hafa það alveg 100% reynir sko. Þeir fá alveg timeout eða alltaf að keppa í fleiri mótum sko. Já, Fortnite var að sína fordæmi með því að banna Jarvis, það er rétt True. Það er svipað þess að við séum að sína fordæmi og reka það Við erum að reyna að gera það veist, við erum að reyna að búa til gott Fortnite community og þú veist, við líðum ekkert svona bull sko. En það fer eftir hversu mikið þú ert til í að þú veist, hversu mikið þú brýtur á þér innan gæðsalva þannig að þú veist, ég er að segja að gæðinni sem voru í bátnum að gera ekki, þú veist, bara leika sér innan gæðsalva þeir kannski fá ekki eins grófa refsingu og þeir sem voru að tíma en þeir eru ekki að spila heiðarlega þeir eru klárlega ekki að spila heiðarlega ég setti það í bold í textanum sko. Það er klárlega refsing en þú veist ég er að segja það er samt ekki þú veist það er ekki alveg dauðadómur sko. Þú fær refsinguna fyrir það Dagur fekk 69 stig fyrir seinasta leik það er bara ömulegt fyrir hann Kristóf fekk 60 Baller fekk örgulega svona 55 eða eitthvað sko maxið hérna fyrir placement er 65 eða ekki? Jú Já þannig að hann fekk basically max hvað fekk hann? 69? 69 já ég bara segja max plus 4 en svo ok Baller í chatinu hann er að segja að hann lendi hvað lendi hann? Hann lendi í top 3 eða top 4 Já það er alveg svona 50 plus stig sko. Hann segir að ég skil eitthvað samt alveg bara leiðilegt Þetta sökkar sko en það er samt það sem ég er að tala með þessum maður er að þú veist hvernig getum við refsa þeim sem að voru að spila óheiðarlega og ekki refsa þeim sem spilu heiðarlega skilur og eina sem ég hugsa er þú veist að til að hafa þetta fair er að fólki sem spila heiðarlega
gerist í neitt, fólk sem spila óheiðarlega Þau missa eitthvað stig, skilur Já, ég held að það sé eina leiðin sko Af því að, ok, ímynda er eins og Bólir og Kófir og Dagur þeir sem voru að spila heiðarlega Þeir fengu kannski 60 stig Svo kannski einhver annar gæði, segjum bara Kissi ég veit ekki hvort, já, hann var að spila heiðarlega segjum að hann lendi í því að fá 10 gæði á sig og Dagur vann leikinn Já Það þetta ömulegt En ok, ímynda er að ok, Dagur spila heiðarlega Kissi spilaði heiðarlega en hann lendi bara í þessu trolli þannig að hann dó eða þú veist, eitthvað svona vesen þannig að hann fær kannski bara 5 stig af því að hann lendi í þessu rugli þá sangjart fyrir Kisa að þú veist herri já, við ætlum bara að gefa öllum öðrum 0 en hinni fá allir stig Nei, við ætlum ekki að gefa, við ætlum að allir fá 0 nema þessi spila óheiðilega, þeir fá -stig Já, ég veit það en ég er að segja, já, það er ekki sangjart að það sé refsa Kisa fyrir að lendi í þessu og þeir sem lendu ekki í þessu fá stig Já, ég skil hvað að tala um Já. Það er leiðilegt að Kisi fái engin stig þú ert basically að segja það að þeir lendi í þessu en þeir sem lendi ekki í þessu eins og kannski Bólir og þeir Já, þeir voru kannski bara að lenda einhvers annars staðar á mappinu þar sem þetta var ekki að gerast af því að Kisi er svona gæði sem lendir alltaf í agency eiginlega Já, við erum búin að sjá það hann rotatir alltaf allavega í agency fer þangað og næri í fullt af vopnum og eitthvað True en svo eru gæðinni kannski bara á þakinu búin að taka örugglega eitthvað lút þarna búin að gera eitthvað þannig að þú veist búin að, þú veist, láta hann þú veist, ég ætla ekki að fara hana upp að þeir eru 3 gæjar hana en við getum alltaf ekki, sko, Kristór segja að gefa Kisa bara 20 stig, við getum ekkert bara gert það því að sko, við veitum ekkert, kannski eru fleiri sem að lendi í sem sko, við þurfum að fá alla leikina en getum við, sko, nei að chatta við Artumíu hérna við þurfum að fá leikina hans nei, gamli við þurfum að gera það, sko eina raun, þú veist, eina sem makes sense er að þeir sem gerðu eitthvað þú veist, þeir fá -stig og þeir sem voru bara chillin þeir fá ekki neitt, sko eða, þú veist okay. Hvað segir þið? Sorry, setja eins og ég er að segja, það eina sem makes sense Kristór gefið þeim stig að þeir sem voru að spila heiðarlega fá 0 stig en þeir sem voru að spila óheiðarlega fá -stig þannig að þú grættir í raun og veru á því að spila heiðarlega sama hvar þú lendir en auðvitað sökkar að þú varst í fyrsta sæti með 10 kill eða eitthvað og áttir að fá 80 stig eða eitthvað, það sökkar að þetta en þú veist, það er bara eina sem við getum gert, sko af því að þessi leikur fór í svona mikið skandal þú veist, við vorum að horfa á stream sem voru, þú veist 5-6 gæjar á einu bát eitthvað og segja bara eitthvað, pikku sem þennan gæja blö það er, þú veist, ímyndar að vera gæjin sem að er pikksaður og hann bara ekki að fá neitt eða hann bara er, já, ég fekk bara 0 stig en eru við þá eru við hvað? Það er samt erfitt að banna gæja úr mótinu fyrir þetta ég vona að þeir læra þessu, skilur sko, eina sem ég sé er eins og gæjar sem voru actually að tíma 2 á 1 eða eitthvað svo leiðis þeir fá eins og svona mótsban já, þeir fá ekki að taka þátt aftur það er bara þeir fá að taka þátt aftur já, en ekki í næsta móti mögulega við sjáum til hvað gerum ég meina, ef það eru 100 mann sem að geta tekið þátt já, og þeir eru búin að skrá sig þá eru þeir ekki og þá eru ekki að velja þá, sko nei, true ekki, sko. En ég er að segja, ég vil samt ekki ég vil ekki afhausa þá þú veist allir sem svindla, þú veist, það hefur verið svindla í alvöru mótum, þú veist, upp á milljónir dollara þeir hafa fengið 2 vikur bann það er bara sem Fortnite gefur jú, þú veist, ég er að segja bara svona gæjar, þú veist, þeir læra bara að þessu þú veist, ég vil ekki segja ef þú gerir 1 mistök sem eru eitthvað get hard að þú megi bara aldrei aftur spila Fortnite en þetta eru kannski gæjar sem eru actually góðir þeir bara, þú veist, þeir læra af þessu ég skil samt, sko, ég skil gæjar sem Kristó og þessi gæjar sem eru í top 5 það er mjög pirrandi að vera mjög pirraðir yfir að þeir fá ekki stíði sinn ég skil það alveg en þetta eru 16 leikir já, og þú veist
Jú, þið náðu alveg góðum þessu leik en það náttúrulega svolítið út af ég ætla ekki að segja út af því en þú veist, ég var að segja þetta á það gæti verið líka út af því að það eru gæjar sem að hefðu getað komið til ykkar hefðu getað drepið ykkur þannig að segjum þú hafur áhrif á hafi ekki hort á bíómyndir Butterfly effect já, ég er að segja, þú veist, ég fór út í búð og sagði hæfi gæja sem gerði að verkum að allt lífi hans kannski breyttist skilur þannig að þú veist, þið urðu kannski top 5 út af því að allt breyttist í byrjun á leiknum skilur mér finnst það að vera þannig pæling sko. Það er þannig sko. Og ég skil, ef ég væri Kristó núna, hann er brjálæður, ég áttum að á því að því að þetta var leikurinn hans og hann poppaði af ok, mér langar að sjá Kristó þá bara ná top 5 í næsta leik bara í næsta leiku sko. True að því að ástæðan okkur við vildum líka að það væri ekki bara þú veist, ein kvöldstund að því að þú getur átt eitt kvöld gott já, og getur átt eitt kvöld lélegt þetta er eins og ensku úrvalsdeildin í sko 10 mánuði sko. Nákvæmlega. Þú ert að horfa á ensku úrvalsdeildin í 10 mánuði þú ert ekki að horfa á það í eitt kvöld og bara Liverpool voru geggjaðir í kvöld þannig að Liverpool voru geggjaðir í kvöld og þeir unnu hérna mótið já, ég er að segja, þetta er bara hver er bestur overall, þannig að þú veist, eftir 4 vikur af Fortnite spilun þá á þessi gæi sem að vinnur hann á að vera gæin sem að vinnur er bestur á Íslandi hann er bara búin að standa sig best í overall og þá á hann að vinna hann átti ekkert einn góðan dag hann átti 4 vikur góðar skilur það er eina sem fólk er að öruglega svona ok, ef það væri top 25 fengju pening segjum að fyrsta sæti fengi 10 miljónir og 25. sæti fengi 100 skall þá væri enginn að trolla þeir bara svona þau eru bara svona þetta er engin peningur þannig séð þótt þetta sé alveg peningur en þá vilja þið bara já, en við búum á Íslandi og við erum 2 youtuberar að reyna að halda mót þannig að við erum ekki komin þangað ennþá hefur þetta einhvern tíma verið gert að þeirra? Nei, ekki það myndum við örgulega sko. Eina íslenska Fortnite mótið var rigg og háurningurinn sko, getur þú rætt það? Rigg, það var ekki svona það var ekki peningu fyrir rigg þú veist, byggar samt já, til að hafa mikið með það við ætlum að vera með byggar, by the way já, það kemur ljós næstu viku en já, true, rigg var ekki það hætti þess það er að Gunnar tók bara snúruna úr með rest in peace hana já, ok, rigg já, það var með byggar sem er að, ok, það er geggjart og riggur alltaf, þú veist, þá voru allir að spila á staðinum og já, sem er alveg svona extra nice já, en þá, þú getur átt okkur því að á rigg, að þá varstu bara að lenda í mappið með einhverjum, sko rigg náttúrulega þá varstu ekki í kostum nei, rigg var aldrei viðurkenning að þú væri besti íslenski playerinn af því að þú fórst í solo eða, þú fórst í duo match með random gæjum og það var metið hversu mörg kills þú fegst eða, já, þannig að segjum að ég lendi í einhverjum leik með einhverjum algjörum núbum og ég fekk einhver ákveðin kills þá var ég betri en þú, af því þú lendir með betri gæjum en þetta hérna þú ert að lenda alltaf með sömu gæjunum þannig að við vorum mjög lengi að reyna að finna út hvaða game mode væri best true. Við fórum út allt að tjekka á því við ætlum fyrst að hafa þetta bara venjulegt solo já, ég er að segja við ætlum að, ok, og við ætlum að hafa sko top sko 25 placement bara eins og þessi gangi NCS hvað heitir það? NCS? FNC eitthvað? Nei, ég veit ekki hvað þetta er og svo top 15, top 10, top 5 og svo niður en í þessu móti er sko ef þú lendir í 50. sæti þá ertu að fá stig 49. sæti þá ertu að fá 2 stig þannig að basically þú skýtur á þig og lendir í 30. sæti þá ertu samt komið 20 stig sko við vildum í rauninu hafa þetta eins og Dreamhack með þetta sem sagt þannig að fólk væri ekki segjum sem svo að það væri einhver Íslendingur sem væri bara að éta hann væri bara langt best Íslendingurinn þá gæti hann ekki unni mótið bara á því að drepa einhverja gæja bara drepa einhverja noob sem gæti verið í þessu eða eitthvað já, við vildum ekki að einhver Íslendingur gæti drepi 20 gæja og fengi bara 100 stig fyrir það við vildum frekar að fólk væri að spila fyrir placement points þannig að allir væri að spila frekar meira passive og það væri stærri endgames
Og líka eins og Tompur var að tala um hann, hann grífaði eitthvað leik. Já. En við vorum að tala um að þú getur, segjum að lendir svo bara í 20 seti næst. Þá ertu samt að fá 30 stig, skilur við? Já. Sem það að, þú skýtur á eitt leik, lendir í 30 sæti, það ertu samt ekki með 0 stig, skilur við? Við vildum bara að hvert einasta sæti myndi gefa stig. Við raun og veru vildum að skillgapið ætti ekki að vera svona mikið. Þannig að gæinn sem bestur og gæinn sem vestur, þannig að vesti gæinn gæti í raun og veru fengi ákveði mörg stig bara fyrir að spila passív. Í staðin fyrir að gæinn sem bestur getur drepið. Við erum komið 100 stig fyrir að drepa svona 10 manns eða eitthvað og unni bara því. True. Ég veit ekki hvort ég sé að útskýra þetta nú vel sko. Ég held að við erum konið sko, ég fíla þetta, við erum konið í svona smá podcast mót. Við erum eiginlega konið í podcast, við erum búin að tala í svona 40 mínútur þetta sko. Það klukkutíma sko. Aha. Ef þetta væri 100 krónur myndi ég alveg reyna heldur en að hlaupa mappi og skemmi fyrir sumum. En eigum við aðeins að tala um það að fólk eiga að læka í fyrsta lagi. Já, hvernig er það? Eru að fólk að læka á þetta vídeo? Já, dröðist þér að fólk... Nei, það er ekki tjók. Gefið 1 like fyrir hvern gæði sem var að trolla. 1 like, en svo þið vitið, þá fyrir hvert donation sem þið hendið inn, þá erum við semst að safna í heyrnartól fyrir D-Thor sem PlayStation gæði. Hann að spila með Apple heyrnartól. Já, þið hljóta að vera að horfa á hann og horfa á það sko. Við erum búin að safna 3.000 krónum cirka og við erum að fara að kaupa heyrnartóllandunum. Þannig að ef þið hafið 200 kall eitthvað til að donata, endilega gera það. Já, hver króna skiptir? Hver króna? Það er 80 manns að horfa, þannig að ef allir myndi donata 200 kall eitthvað, þá var komið hvað? Já. Það er líka 3.600 kall eitthvað. Ég er að pæla hvort við ættum að prófa að opna Fortnite. Fyrir hvað? Og telja stíðin og við getum bara spjallað eitthvað fólk á meðan. Já, telja á meðan við spilum? Nei, Spilum? Já, okkur ekki. Eða fólk til í það að horfa á okkur, telja stíðin og við séum bara eitthvað að spjalla á eitthvað. Hvort viljið að við fólk er með spurningar og svona? Hvort viljið að við endum strímið eða þá að við horfum í gegnum alla leikina, teljum stíðin og... Þau eru kannski endilega að sjá ekkert endilega hvað við erum að telja sko, ég er bara að tala um að spjalla við að meðan, skilur við. Það er spurning. Er actually 80 að horfa? Já, ég held það. Ándjóks. 80 manns að horfa á okkur ranta það að íslenska Fortnite samfélagi sé... Ég veit það ekki. Já, það er 80 manns að horfa. Það er náttúrulega bara rugl sko. Það eru, okkur vantar 16 like í það er einn búinn að dislike'a, við veitum alveg hver það er. Það er Reynsi. Og það er 16 like í 100. Ég held samt að actually fólk sé bara heima á sér og þeir eru að hlusta 100% sko. Af því að leiðu við sögum þetta, svo er margir að kommenta bara ekki enda. Já, true. Ef ég væri bara heima með þetta, að hlusta... Líka því að þetta er alveg áhugavert sko. Ok, fyrsta lagi, við hefum aldrei lent í þessu. Nei, true. Ég sagði við þegar mótið byrjaði, ég sagði ég veit að við erum eftir að lenda í eitthvað svona vesinni en ég vona að gerist ekki. True. Og þú veist, ég vissi ekkert hvernig vesinni var en þegar þú heldur svona mót jú, vesinni, við erum búin að lenda í vesinni. Ég slökkt á tölvunni í síðasta viku sko. Og núna? Já, ég þurfti að restart þannig ég byrjaði að tala eins og Alexis Sanchez. Er þetta að fanta? Chilla rant í bakgrunni. Eru við svolítið að ranta? Eru ekki svolítið bara að ræða það? Nei, ok. Má útskýra eitt. Ok. Segjum að við höfum enda strímið fyrir klukkutíma síðan. Já. Við værum ennþá að spjalla svona saman. Já, 100%. Við erum að spjalla saman svo við myndum spjalla af ofta. Ég er ekki búinn að horfa á chatið einu seg. Nei, ég er að horfa á chatið sko. Af því það er frekar lítið og ég næði ekki að lesa það. En ég vil segja fólk er að segja að við ættum að henda bara í podcast. Ég var það pirraður. Það er góð spurning. Ég var það pirraður. Ég þyrfti alveg að bæla það niður sko. Þú sagði við mig eftir þriðja leik. Já. Eftir að Reynsi og þeir eru að streamstampa. Þú varst bara, ég er actually fucking pirraður. Já. Og að ég sá það á þér af því að þú verður alltaf svona það verður eitthvað svona ákveðin svipur á þér. Já. Og ég sá hvað pirraður, ég er svona, ok, hann er pirraður sko. Hann er alveg pirraður því að þú tókst það inn á eitthvað. Já, ég var ógeðslega pirraður. Við setjum alltaf svona mínútu Q. Já. Það sem þið heyrið ekki okkur. Nei, þá erum við ofta að spjalla saman um hvað gerast. Það sem við fáum mínútu, það sem við segjum, já herri, næsti leikur er að byrja, hérna er mínúta. Í þriðja leiknum þegar hún kom, ég var brjálaður sko.
Ég veit ekki að hverju, jú, ég veit að hverju, en... Þú varst í alveg mjög pirraður. Já, ég var mjög pirraður, sko. Ég var að ræða eitthvað Gunnar myndalegu maður. Jú. Ræðum það eins betur. Nei, sko, ég held sem alveg búin að ræða svolítið svona... En Ingi Báður. Síðasta leikinn, sko. Ingi Báður. Já. Áður en fólki fer að tínast út, að því að missir áhugan eða eitthvað svo leiðis. Vonandi ekki. Nei. En ef að fá fólk til að followa Gunnar Björn á Instagram. Gunnar Björn með 2 ennum og Ingi Báður. Gunnar Björn með 2 ennum og Ingi Báður. Já. Herri, núna það er átt sem ég kíkt á Reddit. Sko, ég var til að Reddit væri fullt af eitthvað svona mýmum úr hérna sótkaupunum. True. Sko, ég var að downloada streamunum, leikjónum. Já. Hérna getum við sko aldrei talaði persónuði. Nei, það ert ekki að setja þetta í möppina hjá fólk. Jæja, strafur. Talaði svo gæni Simpsons. Ég er að fá bæði sem er alltaf creepy. Hæ? Sem er creepy hérna, gæni Simpsons. Yes. Það er í Family Guy. Já, Family Guy minna. Ertu að tala S-mælt? Já. Yes. Hvað segir? Nei, ég veit ekki, sko, ég sökka. Gæri, ég er að poppin og fá Instagram. Er ég ekki að fá neitt follow? Nei, Gunnar Björn með 2 menn. Það er ekki þetta sæmunum mínum. Herri, ég ætla að fara að sjáta þetta fólk sem followa mig. Dagur Brabin, Trausti Freyr. Herri, ég er með 8 ný follow, sko. Veistu hver er að followa mig? Hver? Blokka hann. Reynsi maður. Hann er stórt nafn núna. Mím, að ég skuld taka stig á svindunum sem er næsta sæti og í leiðin taka stig á görðum sem er í top 10 partum. Kristof, ég áttum á því hvað þetta er pirrandi, sko. Ég veit bara ekki hvað eigum að gera. Hvað er Kófir að segja? Nei, Kristó. Það er lendið top 5. Hvað ættum við að gera? Hvað er með þína útfærslu á því hvað við ættum að gera, Kristó? Sko, það er ekkert hægt að gera. Nei, ég veit. Eina leiðin er að refsa gæðin sem gerði þetta og ekki gefa neitt fyrir þeim sem voru að spila heiðarlega. Mér finnst það að vera svona legit. Það er eina leiðin, sko. Segjum Kristó, segjum að þú hefði lent í 30. sæti núna. Ekki top 5. Hvað finnst þið vera mest líklegasta leiðin til að við ættum að gera það? Ok, reynum að koma good shit myndlíkingu á meðan hann hugsa svarið. Ertu með eitthvað? Ok. Ég kom með eina pælingu. Ok, við erum að taka próf í menntaskóla. Ok. Það eru 20 manns í bekknum. Við tökum prófið. Það eru 5 manns sem svindla á prófinu og fá háa einkunn. Nei, ha? Ok. Kennarinn kemst að því að það eru 5 manns að svindla. Hann veit ekki hverjir það eru. Hvort að hann? Nei, herri, gleymum þessu. Ok, segjum að komist að því hver þið er. Já. Ætti hann ekki að gefa öllum bara því að fá allir 4,5 nefnum þessu svindluðu. Af því að hann veit ekki hver hvað. Jú, hann veit alltaf alveg hver hvað. Þetta er erfið minnlíking. Þetta er erfið. Herru, horfum á þessu aðlits ekki. Það er ekki að setja þetta inn í folders, eða? Jú, maður séu þetta. Þú veist að fara í hérna... Mástu hvað var það? Það fokkur pyrrata þessi bæði hérna. Sko... Já, setur í replace hérna möppuna. Herru, Arthur. Já. Hann er að segja Egill vill tala við þig. Hann er með tillögu. Joinaði channelið. Ég skal move ykkur. Ok. Ég segi ok. Arthur. Hver er Egill? Egill Stóls. Það er Stólssonin. Herru. Hvað reyns er hérna? Tjekkum að hann. Hvað er Egill? Ég skal maður ekki. Nei, við Egill hérna. Við Blessaður. Fyrir hönd okkar allra, strákana sem voru að gera þetta. Ok. Þú veist, eins og Tompi var að segja á hann, við föttum alveg hvað við vorum að gera. Þú veist, þetta var ekki sniðugt, þetta var ekkert skemmtilegt, skiljur, fyrir fólki sem að, þú veist, var að spila á mót okkur. En það er ógeðslega leiðilegt eins og þessi, Kristó var að segja að, þú veist, strákarnir, sem að, þú veist, gekk vel í þessum leik.
fá ekki stigin. Það sem ég finnst að við ættum að, við, þessir strákar sem cheatuðu, skilurðu, ættum ekki að fá stig, en leyfa hinum að slæta. Af því að, það er svo leiðilegt fyrir þá, skilurðu. En ef við myndum fara í gegnum leikinn, já, og við sjáum bara, ok, það var enginn sem að affektaðist að þessu þannig séð, skilurðu. Þá finnst mér ætti að vera þannig, en ef þið voru út allt að fokkast eitthvað, þá meikar ekki sens að einhver gæjar sem að lendi í því og fokkast upp út af því, þeir hefði getað fengið jafnmörg stig á Kristó, skilur. Einmitt. En já, en það var enginn sem lendi í þessu, við vorum ekki að fokka í neinum. Við vorum, við hlupum fram hjá okkur gaur og við vissum ekkert hver þetta var, hann var einhver agency gaur eða svona hensmenn. Hann allt í einu byrjaði að joina okkur og okkar, við vissum ekki neitt hver það var. Hann var bara elda okkur, skilur. En við vorum ekki að fekta neitt með hann, við vorum ekki að pickaxe neitt. Við ætlum í pickaxe war allir saman á móti hverju. Það er sótkvöpbyggarinn, lokavikarnir í næstu viku. En hvaða gæjar eins og þú varst að segja lentu í topp 10 sem þau finnst ekki að vera effektaðir að þessu? Hvað segir þið? Hann er að segja að þeir sem svindluðu eða það sem við gerðu, tími eða eitthvað, fá ekki stig en allir hinir fá bara venjuleg stig eins og leikurinn myndi vera. En hvaða gæjar voru í svona topp 3 sem ættu að fá stig þá? Þessi voru topp 3? Ekki bara topp 3, bara allir fá venjuleg stig nema þeir sem svindluðu, eins og Egill, Tomber. Nefndu eitt sem að þið fannst eiga að fá stig þá? Allir. Allir sem að svindluðu ekki. Artúr, Dagur, Jatsi. En ímyndu ykkur að einhver af þeim hefðu verið með lendingapall þar sem þið voru að gera það og hefðu þurft að færa hann eða eitthvað svona. Hefðu þeir átt að fara stig líka? Hefðu dáið snemma út af því? Þeir hefðu ekki dáið og, Þeir eru náttúrulega rugglega í lendingapallinum hjá einhverjum gæðum sem kannski lendu þarna áður. Sokkaður okkar maður. Já, en það gerist við mig áðan líka, sko. Það var fullt af fólki sem lendi allt í einu á fokkin, agency-staðurinn sem hliðin á Weeping. Allt í einu lendi 3 þar, þannig ég þurfti að switcha. Ég lendi þar alla fyrstu En var það ekki bara... og 1 í síðustu viku. En var Svo það... allt í einu lendi nokkur það, þannig ég þurfti að skipta. Það er bara venjulegt, það gerist alltaf, það gerist í hverju minnsta leik fyrir einhvern. Þannig að það er bara venjulegt. Já, en það er ekki venjulegt þegar að koma 20 manns og allt það. Já, auðvitað ekki, alls ekki. En við vorum ekki að, við vorum ekki að gera neitt, við vorum ekki að elta neitt inn í agency, við vorum ekki að gera neitt. Ég get alveg viðurkennt, ég gerði dæmi svo einn sem ég vissi ekki að væri ekki vinnur okkar, sko. Ég get alveg sagt það, sko. Ég held samt bara að það einu stöðinni sé bara declinan leik og refsa þeim sem voru að gera þetta. Já, náttúrulega. Hvað ef það er refsað okkur en leyft hinum að slæta? Af því að þeir gerði ekki neitt af sér. Hugsaði ef að þeir myndi fá svona lítið stig. En hlustaðu. Og þeir myndi lenda í stöðinni sem við vorum að gera, skilurðu. Ok, tjekkið þetta núna. Ok, Fortnite hefur haldið mót, saman hvaða mót það er. Já, ég veit, ég var að horfa á streamið á hann, sko. Já. Og það hefur oft þurft að restarta mótinu út af einhverju buggi. Og gæjar sem eru búin að, vinna fyrstu 2 leikina, þeir hafa bara lent í skellinum. Og það er ekkert sem að þeir geta gert í því. Það er bara því meiri hlutin lendir í einhverju meira vesinni og það er bara sanngjarnt fyrir alla að núllstilla. Ég held að það sé bara allt í lagi að, þeir sem svindluðu fá -stig og allir hinir fá 0. Ég held að það sé einu stöðinni, sko. Það er að segja, ef það er núllstilling, þá er enginn að græða neitt og það er enginn að tapa hennu, nema þeir tapa bara þeir sem voru að fokkast upp, sko. Þannig að þú ert ekki að tapa hennu, skilur, jú, þú ert alveg að tapa stig sem þú ekki hefði getað fengið, en þú fékkst þessi stig af því að einhver var að fokkast, sko. Má ég segja eitt? Já. Þannig að þú veist þannig að Viktor, hann krakkurinn, við hittum hann í setinu. Hann var ekkert með okkur, þannig hann ætti ekkert að vera að fá mínus. Því hann var ekkert að, hann sá okkur alla bara koma, hann joinaði inn út af bæði eitthvað sem er ekkert sem hann hefði getið gert á móti okkur öllum. Já, skil. Þannig já, vildi það koma þar inn. En... Líka, Dökk er að taka 2 pads. Já, það var eina sem að, annað sem gerðist, þetta eru 2 launchpad, Þetta eru alveg mikið sem hann getur gert við með
Jú, það alveg mikið sem hann getur gert fyrst að 12 Þetta hefur áhrif á alla leikinn, sko. Það bara Já, auðvitað, en samt, þú veist, mér finnst, ég skil alveg hvað þetta illa gert á okkur. Ég skil hvað við erum heimskir og óþroskaðir og þú veist, við föttum ekki alveg hvað við vorum að gera þegar við byrjuðum að gera þetta, skilur. En það eru af þessum 56 eða eitthvað sem voru í lobbyinu, þá voru við, hvað, þú veist, 7 eða eitthvað sem gerðu þetta. Já, sorry. Allir hinir 49 eigi ekki að missa þetta allt, skilur. 100%. Ég held að eina í stöðunni er bara að refsa svindlurunum og allir hinir sem að fengja stíg, hversu mörg sem það var, 1 eða 50, það verður bara að díla við það. Það var einhver sem eiginlega leikinn. En það var ekki sem að taka allt á þeim. Þó að þeir hafa fengið kannski, þú veist, 4 stíg, þá er betra að fá 4 heldur en 0. Þannig ég held að myndi vera sáttu við það, frekar en að fá 0 stíg. En ég, þú veist, eins og Tomper var að segja á hann, þá veit hann nákvæmlega hvað það var í gangi og hann var að segja fyrir okkar hönd að þetta var ekki sniðugt, skiljur, af því við vorum allir að tala um það í Discordinu. Þannig að, þú veist, við föttum þetta allir. Nei, ég er að segja að þú veist, ég skil alveg að þið hafið svona, já, þetta er fyndið og allt það, þú veist, ég er að segja að þið ekkert að vera endilega perma banna þér, þú veist, það er miklu verra ef þið hefði verið bara eitthvað 2 gæjar að, þú veist, tíma einhvern annan gæja. Já, eins og Reynssi og þeir eru að tíma, legit tíma og drepa gæja, þá væntanlega eru þið bannaðir, sko. Hitti bara mjög illa að sé að því að eins og við sögum í mailinu bara spila heiðarlega því að við vildum gera þetta legit mode, sko. Við gerum ekki eiginlega grein fyrir það sem við vorum að gera, sko. Nei, ég skil það og það er gott að ég viti það að þið séu að fatta það núna að þetta sé ekkert snið, sko. Boys, Má ég segja eitt? Já. Eina sem ég vil að þú tjekkir Discord DMs. Ég? Hver? Gunnsi. Hver er að tala? Reynssi. Reynssi. Tjekka hann. Ok, má ég lesa þetta upp á þetta? Þú ræður, sko. Ok, Reynssi segir hérna, heyrðu, ég sé mjög mikið eftir þessu, er ekki að segja þetta til að reyna að komast aftur inn í þetta aftur, en vildi bara segja fyrirgeðu því mér líða meira illa ef ég segja ekkert, hafa það gott. Ok, það er líka bara, þetta er legit afsökunarbeini, en við getum svolítið ekki leitt að komast aftur inn í móti. Já, ég vill það ekkert, ég vil bara koma sér af mér, veist. Já, true. Ég held að okkur líði öllum alveg, þú veist, fucking douchebag, skilur, við föttum það alveg. Já, boys, það sem, þú veist, sama í hverju það er, ef maður gerir einhver mistök, ef þú sér virkilega eftir því, þá myndir læra af þeim, sko. Og þú myndir koma sterkar inn, þannig að þú veist aldrei að fara að láta einhver mistök draga þig niður í, þú veist, á endanum, þú veist, þú myndir alltaf koma tilbaka, sko. 100%, sko. Þú lærir, þú veist, það skiptir ekki máli hvað það er, sko. Samt plani hjá þeim sem voru hann að gera kongadansinn var bara að lenda á hann agency þakkinu og byrja strax í pick-up-fight, en svo breytist það. Kannski höfðu átt að lenda einhvers þar annars það sem engin lendir, þannig að það myndi ekki effekta neitt. Alveg 100%. Það var það sem Já, það er vissnið þeirra, en þú veist. En svo eru þið byrjar að koma ykkur bát og eitthvað kjaftaði og byrja að fara um allt og... Þú veist, við vorum ekki að gera neitt, við vorum að keyra hvern annan, þú veist, þetta er, skilur, ok, þetta er alveg leiðilegt. Ég sá alveg reaksjónið ykkar þegar þið sáðu að ég var að streama og þið sáðu 4 gæja bát saman. Ég sá, þú veist, hvernig þið brugðust við, skilur. Ég hélt og þá þið fattaði strax, wow, ok, þú veist, þetta er kannski ekki sniðugt, þannig ég fór að boxaði mig upp eitthvað annars þar og byrja að hugsa um alla leikinni. Ég hélt að þú væri bara í einhverjum öðrum leik, sko. Ég bara, getur ekki verið að hann sé að gera þetta í actually sjótkubíkurum, sko. Nei, þetta var, já. Þetta var alveg mjög þetta gert, sko. Bara sérstaklega að lenda á frægasta stað sem þetta getur á, sko. Já, góð mútur. En boys, þú veist, ég kann alveg að meta að, þú veist, ykkur sé ekki sama, sko. Þetta, þú veist, maður gerir alveg mistök, það er ekkert hægt að gera því og maður læra þeim. Já, it is what it is. Já. Er ekki allir þessar 80 bjöllugæðinga? Ég vona það, sko. Þessi bjöllugæng sem deyr alltaf í stormunum, eru það þið það? Já. Já. Er ekki bara máli að lenda þar sem bussinn endar og fá 30 stiga? Nei, ég glæt alltaf bara út í sjóin, sko. En ef þú glætar eftir okkur, þá getur þú kannski náði. Missing failed. Yes. Herri, takk fyrir að skilja þetta samt og vona að við getum lagað þetta fyrir næstu viku. Við erum deeply sorry, við vildum bara segja það. Ok, gaman að heyra. Já. Takk fyrir það. Takk fyrir ykkar input. Já, takk fyrir daginn. Yes. Bless. Bye.
Djöfisins hálfvitar. Ég kann ekki að enda þetta. Loka bara appinu, hvað mennur? Ég held ég segja það að joina þér sko. Þeir eru náttúrulega allir að horfa á streami sko. Segjum þeir bara að fokka sér. Nei, ok, eina sem mér finnst svona. Ég að finna replay mappinu. Ok, sama hversu illa þú skýtur. Þú veist, þú þarft ekki að skýta mikið á því. Hvernig reaktar við því? Það ertu bara svona, nei, ég ger ekki rangt. Eða ertu bara svona, ok, þú veist, ég ger rangt, ég ætla að læra þessu. Það fer eiginlega bara svona allt eftir því. Og jú, þú veist, ég er að segja bara svona, þeir voru rauninni ekki að gera eitthvað þannig séð, þeir voru ekki að tíma eða neitt, þeir voru bara svona fíblast, sem er alveg, jú, það eyðileggur alveg fyrir alla hina, en þú veist, þetta er ekki stórmál. Þetta er pirrandi og gerir, þú veist, jú, en þú veist, þeir eiga samt ekki að vera hálsfestir, sko. Nei. Þannig að þú veist, jú, þeir fá alveg, þeir eru búin að þeir fá refsinguna. Sko, þú rátt að þeir eru búin að fá sinn skerm af hatri-ish og leksju vonandi núna í þessu strími, þeir eru búin að stríma núna í við erum bara að stríma í 4 mínútur. Já. 4 klukkutíma. Já. En þú veist, eins og ég sagði í mailinu, þú veist, ef þú spilar ekki heilega, ert að strímsnæpa eða eitthvað fokkast upp, þá ertu bara tekin út úr þessu samfélagi, skilja, því að þú veist, það er enginn frá að taka þess að gæja alvarlega, sko. Nei, true. Enda allir þessir, ef við vitna bara í svona gæja sem eru actually Fortnite Pro, allir sem hafa gert einhver mistök, það skiptir ekki máli hvað, við segjum bara í World Cup Qualify, það var 1 leikur sem einhver vinur hans lendi á sama stað hann og hann fekk frítt kill. Þá er hann bara, eftir það, þú veist, það var Ronaldo og Seth eða eitthvað sem heitar, eftir það, þá voru þeir bara, þeir eru cheaters. Það var allir búin að dæma. Já, þú kemst ekkert burt frá því. Þótt að þeir voru nógu góðir, nú þegar, til að geta actually kannski qualifæða, bara að því að þeir svindluðu, svona lítið, skiptir ekki máli hvað þessi lítið, þá byrja allir bara svona, nei, þeir eru svindlarar. True. Þú veist, þú manst alltaf eftir svona, þú reyndir að svindla, sama hversu lítið það er. Það er bara eins og gæjar sem að, eins og bara nýlega núna í hérna mótinu sem heit, man ekki hvað heitir, FNCS, hana, þeir voru sem sagt að swappa Storm Surge í Slurpee. Í Slurpee þá getur þú fengið hérna shield í vatninu og þeir voru að skjóta okkur annan, 2 lið, skjóta okkur annan, þannig að þeir fengu ekki Storm Surge. Nú er rauninni bara að tala fyrir þá sem að kunna eitthvað í Fortnite og vitum þetta. En þú veist, af hverju sama hversu lítið það er, þú ert að græða aðeins, þú ert að reyna að svindla. Þú mynd alltaf vera bara svona, þú reyndir bara sem ég segja, það mun alltaf komast upp, sko. True. Þú veist, eins og núna, það er ekki þessi gæjar, þessi, hérna, ef þú tímar eitthvað, þá getur hann farið í replays, séð hverji voru að tíma á sig, senda okkur sko screenshot að vídeo að því. Ef að lesa Discord chatinu, já, eitthvað, ef það er hægt að lesa bara það er góð komment að koma með eitthvað komment inn í það, sko. Það voru Creo Slacks Keys, það fikk að banna í 2 mánuði. Já, þú veist, það er alveg skemmtileg, sko. Þú veist, ímynda ef þeir hefði sleppt í að svindla. Líka það sorglega við þetta að þessi gæjar, þeir eru oft mjög góðir, þeir þurfa ekki að svindla, en þeir bara svona að þetta gefur okkur aðeins meiri forskot, ég ætla að gera þetta. True. Já, það geta ekki við getum lært, við getum haft það sem svona lífsleksju. Þú getur alveg fokkað þessu upp, það er allt í lagi. Ef þú svindlar að gera eitthvað þá myndu alltaf vera með það eru, ég ætla ekki að nefna neinu, en það er fólk að út í, segjum bara fræga manneskjur þú getur líka tekið, þetta þarf ekki alltaf að vera bara Fortnite, sko. Nei, ég segi bara að það eru fræga manneskjur úti sem hafa gert eitthvað af sér. Já. En þannig í dag þá mun fólk alltaf hugsa um þennan gæja, litið tilbaka og bara svona, já, þetta er gæja sem að gera þetta, skilur þú? Já, ég veit það. Segjum bara að Auti hefur bara stólið veski af einhver gamallir konu, hann væri bara alltaf bendlaðið það. Það var ekkert að taka það á hann, sko. Ég er að skoða hérna Artur Míó lenti í fyrsta leik og samstað Dökkar
og dökkur slátur hann. Við þurfum að fá fyrsta leikinn hjá einhverjum sem að lendi í Gunnar. Herri, ég er með svo mikið að Discord fucking Má ég lesa það? Uppátt? Það er bara eitthvað svona. Já, ok. Má ekki lesa þetta eftir Eika? Ef þú heldur að segja lagi? Nei, ég minna hann var bara ég hef kannski hægt að segja, ok, ég ætla ekki að lesa hans að því ég sagði nafnið hans. Má sjá. Það er að fylla mitt líka. Það er bara að drekka þetta saman. Ég er að finna einhverja gæða sem er hérna. Ok, hann er að segja með lesa þetta. Ok. Þess að Eiki. Lítið. Má sjá, ég ætla að lesa hérna eftir sko Eiki, eins og Eiki sagði hérna. Legendary podcast. Við hefum þetta að byrja nýtt stream. Eitthvað svona sótkvæð byggar vika 3. Hvað gerðist? Já, ég skilji. Ok, Eiki segir hérna, ég meina ég beilaði á minn venjulega droppstað út að ég var tímaður leik 3. Svo ég fór á annan stað sem ég er ekki vanur að fara á og dó þar, skilur. Ég hefði kannski getað náð topp 5 eða eitthvað svo, ég misti kannski stig sem ég hefði fengið. Svo leikur 4 ætti ekki að teljast með, jafnvel leikur 3, ég veit samt ekki, tímið aðra. Þannig að hann er basically að segja, ok, hann var tímaður í leik 3 og drepinn. Og á hvaða breytum stað þegar hann hrættur maður tímaður aftur. Já. Fer þangað, hann er ekki, þetta er ekki hans staður. Hann er ekki vanur að lenda hana. Já, þannig að hann deyr strax. Skilur við? Já. Sem að þetta er ekkert að segja eitthvað neitt annan ef hann bara að gæjarnir sem að tímið á hann er að eyðileggja fyrir honum, ekki bara í þessu leik, heldur í öllum leikjunum, skilur við. Já, af því hann er að velja annan stað. Er þetta Eiki, það er gæjarn sem að var senda okkur á hana, ekki? Sjáum að horfa, jú, reynsjá þeir. Já. Maður sjá, betur. Þú mátt lesa þetta. Það er eitthvað að plugga sjálf á sig. Þú maður sjá. Má ég lesa það? Má ég fá streamið mitt, nei, Discordið mitt tilbaka? Ok, hann segir hann sé anonymous. Ok, segir bara anonymous og lesa það. Ok. Maður sjá. Hann er að tala með það þegar fólk er að spila fyrsta competitive leikinn sem Fortnite. Þá hefur enginn af þeim spilað í competitive leik þar sem ekki er peningur fyrir topp 2K eða hvað sem er, skilur. Þú veist, basically, að tala um á hann. Hann er raunin að segja að það einu sem við þekkja er að topp 2K fá prize pool. Skilur, þannig að basically þeir eru að segja, ok, þú veist, ef ég lendi í 2000 sæti, það fæði pening. Það fæði samt pening. Já. Ég meina, þú færst alveg klátt hjá þér. Ef þú lendir í 3. sæti. Nei, eina af það sem þessi er að segja, hann er raunin að segja að mindsetið hjá fólkinu er, ok, þetta er íslenskt mót, það fá bara 3 eftir sætin pening, þá er þetta bara eitthvað joke. Af því að Fortnite og öll þessi stóru fyrirtæki gefa kannski pening fyrir topp 2000 sæti samt í heiminum, sem er erfitt að komast. En þú veist, það er svo mikið meiri peningur, kannski fyrsta sæti fær $100, en samt fær 2000 sæti $500. Þannig að þú græðir, þeir bara svona, já, þetta er bara joke. Og þá fær, þú veist, mindseti í það að grífa eða eitthvað svoleiðis. Já, en þú er átt að því það er örugglega jafn erfitt að vera í fyrsta sæti á Íslandi í þessu móti og að vera í topp 2000 í heiminum. Já. Það er örugglega erfitt að vera í topp 2000 í heiminum, sko. Já, ég sjálfur hef væntanlega unnið kannski svona $700-800 frá Fortnite. Og það er samt bara fyrir að lendi í topp 250 eða eitthvað svona í Evrópu. Það er anonymous, lestu bara allt sem er anonymous. Já, það er ekkert meira en það held ég, sko. Ekki sem að ég er búin að ekki þannig, sko. En boys, aðalatriðið er samt að við viljum ekki að Fortnite Nei, hlustaði. Við viljum ekki að íslenska Fortnite samfélagið sé að koma móti öllum. Við viljum ekki að svona fólk sé bara eitthvað, ég hata þennan sem spila Fortnite, ég hata þennan. Þetta er bara ákveðin hópur sem getur gert svo margt
þú veist, gott content fyrir þá sem að eru ekki endilega á þessu leveli fyrir að horfa og þú veist, sama þótt að ég drepi þig þá þarf ég ekki að heita á þig, þú veist, þetta er bara þú veist, það getur alltaf gerst, þótt að gæinn sé betri en ég eða verri en ég, það skiptir einhver máli algjörlega, þú veist, við erum í rauninni að búa til content fyrir fólk sem að fílar að horfa á Fortnite já, getur hort á og þar að leiðandi getur haft stærri mót og allt það true, þannig ég hata það að svona einhver sé ógeðslega, ok, segjum að þú myndir drepa mig og ég myndi bara, ég þoli ekki Inga Bar, ég er aldrei að tala um Inga Bar, þú veist, ég er bara svona vá, Ingi Bar drap mig, þetta er meira svona fuck, Ingi drap mig, já, ég er að fara að slátra næst, já, þá að vera þannig þú ætti ekki að, já, ég er að fara að slátra næsta leik, þú ætti ekki að vera bara hvað, já, eins og þú segir þetta er basically bara þú þekkir alveg þegar þú ferði í 1v1 með félaginum, þeir eru vantilega að skýta ykkur annar alltaf tíma, já, þú trastalkar eins mikið og getur, sko, ok, það er ákveðni leikir sem að svona hafa alltaf haft það reputation að það sé bara trastalk reputation, nei, eins og League of Legends til dæmis, það er trastalk, það eru allir, sama hvað það ert það er alltaf trastalkaði, alltaf bara, þú veist, já, hvað er CS líka, það er alltaf, þú veist, þetta er bara búið að koma svona rússar, þú veist, þótt ég er ekki racist enn eitt, það er alltaf bara að þessi rússi er að drulliði mig. Akkur er svo mikið rússum í CS? Hvað er það? Ég var enda að pæla um það, ég er byrjað að spila CS mjög mikið, sko. Ég veit það ekki, en mér finnst eina við Fortnite, það hefur oftast ekki verið eins mikið trash talk, þótt að séu þetta innan vina oftast trash talk. En það er lítið trash talk í Fortnite. Já, við erum bara að hafa gaman. Þú veist, eins og munurinn á Fortnite og PUBG til dæmis, ef þú deyrið í PUBG, þá ertu með open mic þegar þú deyrið, sem ég myndi drepa þig, þá getur þú talað um mig þegar þú ert dauður. Þá getur þú sagt bara, akkur fucking drepa mig þannig auðmingin og þá er ég bara eitthvað grótaldur kjafti, ég drap þig auðmingin, þú getur talað við mig þegar þú ert dauður. Bara eitthvað random gæða? Já, þú veist, ég myndi að þú færi bara solo í Fortnite og getur allir tala, þú veist, og það er stygt. Það er tæknað sér open mic þegar þú ert komin ákveðin nálægt gæjanum. Og í Warzone, er Warzone þannig líka? Ég veit ekki. Ertu að tala með þannig í Warzone eins og Gunni var að tala með það? Ég er ekki alveg viss með Warzone. Ég kalla það Gunni í fyrsta skipti í 7 ár. En hefur ekki séð eins og til dæmis Ninja þegar hann er eitthvað Do you kiss your mother with that mouth, you little kid? Það er allt bara að því hann dreipir einhver gæja, hann er eitthvað shut the fuck up you noob. Og þá byrjar hinn að reitsa og hinn að reitsa móti. Það er bara svona, það er ekki í Fortnite. Ég hef aldrei séð eitthvað svona, ég held að Fortnite sé svona minnst innan gæsalappa, svona gæjar að drulla yfir hvern annan í leiknum, af því það er ekki open mic eða neitt svona. Já, true. Og þú getur heldur ekki skrifað í chat eða eitthvað, þú veit eftir lélugur, eins og í League of Legends og CS, þú getur alltaf sagt við hinn, vá ég skeita þig. What? Akkur kom Siri upp? Hvað sagði það sem getur að vera Siri? Siri, what's time? Sagði ekki Warzone eitthvað? Ég veit það ekki. Andjós, grjóthaldi kjafti. Ef það væri þannig myndi ég bara fela mig og kvíslaði mæki nált fólki. True. Nei, hann er þetta, já, true. Yeah, what the fuck you say to me, little shit? No joke, Fortnite er búin að gera. Svo er eitthvað svona 5 ára krakki sem drepur í Fortnite bara what the fuck you piece of shit, fuck you. Nei, þú veist, það er þannig í hinum leikjónum, sko, af því að það, þú veist, þú þarft ekki að slá inn aldriðin og þú getur líka sagst að vera 18 ára. Skiptir, þú veist, þú þarft ekki að sína skilning. Þú líka gert það inn á B5. Jú, það er hægt. What the fuck you say to me, little shit? Nei, en það sem ég er að segja CS, þú sagði CS þá komið það. Segði eitthvað svona, þetta var frekar steikt eitthvað. Hæ? Þú sagði CS, þá kom Siri. CS, what time is it? Nei, þú þurftir að segja eitthvað svona hey Siri. Nei, það er hey Google. Siri. Væntalega kemur Ding dong Siri. Nei, en það sem er að Gunnar er í banni á B5. Gunnar er með Íslandsmetið að fara í sleik á B5. Evrópumetið. Nei, ok, það sem ég er að reyna að segja er að það, hérna Fortnite er ekki svona, þú getur ekki trastalka neitt eftir að þú deyrið, eða þú veist, þú getur ekki sendt á neitt
í all chat eða eitthvað, getur eftir lélegur. Og það er eiginlega ástæðan af hverju svona flestir eru frekar rólegir þótt þið segja kannski við sjálfur sig bara eitthvað, þú veist, mikið er þetta, vá, þetta er svo mikið. Ég er alveg einn heima að spila og slátra ykkur gæði, ég er bara eitthvað, fuck, já! Já, en hann heyrir það ekki. Nei, ég veit það. Sem þýðir það að þú ert ekki íta undir neitt að segja tilbaka. Já, ég segi, hann myndi ekki segja tilbaka eitthvað, you fucking suck, it was a luck, og ég eitthvað, þegið. Já, þá væri allir svona aggressiv, sko. Kristó, já. Hvað er Kristó að segja? Hann er að tala með einu sem vantar eru stíðin okkar leik 4. Þessi leikur 4 gerðs aldrei. Nei, við munum bara að gefa stiði fyrir fyrstu 3 leikina. Baller er samt sko skilninsríkur, hann segir að meikar enga sensa að fá stíðin okkar. Nei, ánægði með Baller. Já, allt tróstakki fer fram á Twitter, það er þetta góða punktur sko. Sko, ég ætla náttúrulega aldrei að segja. Ætlar að pissa? Þú bara talaði í chatið, eða eitthvað? Ég þóri því ekki. Fyrsta skett sem Gunnar er einn. Nei, en það sem er að já, ég er búinn að segja 100 sinnum, ég ætla ekki að segja eftir. Þeir fatta það sem er að tala um. Þau farin bara. Það er bara 4 þegar það er pissa. Maður, það er erfitt að vera á svona mörgum hæðum. Ok. Þegið að það séu 80 manns að horfa á okkur tala um þetta. Ég er að refresha hérna YouTube. Það eru 80 manns að hlusta á okkur, ennþá. Er þetta svona áhugavert eða? Er þið bara heima á okkur? Það er náttúrulega fössari, sko. Vanalega fyrir gæja sem eru 20 plus, myndu vera að fá sig kannski nokkra drikki og kannski fara inn í bæ eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er ekkert svoleiðis. Ætti ég að plugga Instagraminu með eins og hann, Ingi? Gunnar Björn með 2 mennum. Followðu mig og ég gef ykkur shoutoutinn á streaminu. Víst? Ok, ég ætla að fara að tellja upp gæja. Herru, Baller er búinn að followa mig. Baller FNBR. Trausti Freyr. Dagur. Ég ætla að followa Dag tilbaka. Nei, ég hef ekki mátt segja þetta. Það er að followa alla tilbaka. Rense. Hannes Haukur 3. Bjarki Freygun. Alexander Frans Darsson, þetta er erfitt nafn. Thomas Kristins. Jón Íðistir Gautur. Hann heitir Gautur. Það er geðveikt. Arto Flexen. Við ættum að vera með svona podcast í beinni. Ég held það, sko. Svona eins og hérna, hvað heitir podcastgæðin aftur? Ég er að fá svo mikið að followers. Einn helsti podcastur í heiminum. Hvað heitir hann aftur? Joe Rogan, hann er alltaf með podcast í beinni. True. Já. En ég er, já. Reyns alltaf að fara. Nú. Eins og hann fór úr mótinu. Já. Herri, ég var að fá grjóthart message. Má sjá. Wow. Ef að segja hvað message þú veist að fá eða? Nei. Akkur ekki. Það er ekki að skulda með pening. Paldi að vera svona, ok, Ingi Bauer, þetta er náttúrulega stórt nafn í bransunum í dag, í tónlistabransunum. Hver skuldaði pening? Nei, við megum ekki tala um það. Ég veit það samt. Það er ólíkir. Followaðu mér Instagram, ég senda það. Ég er búinn að segja það. Ok. Heyrðu ekki ég sagði það? Jú, ég heyra það. Live podcast alla mánudag. Mánudag er bara svo leiðileg dagar. Ég nenni ekki að gera þetta mánudag. Þeir eru fokk leiðilega, sko. Ég myndi gera það frekar á þriðjudögum. Ætlum við að horfa á þess að... Herri, ég og Stefán vorum alltaf með podcast á þriðjudögum. Já, true. Sko, það er mjög létt að... Spurning hvort það ættum að skipta þér út fyrir Stefán. Mér? Sko, maður fá smá svona... Þetta var varðurnar. Ertu með varaþurk eða? Nei. Þú ert alltaf með varaþurk. Þú voru að hætta hann að... Hvað er þetta? Taka banana í minnina og svo. Hérna... Hvað er þetta? Þetta er bara krem. Akkur þetta sleikja krem? Þetta er hvað? Hæ? Hver sleikir krem? Herru, hérna... What the hell? Já, við getum sett hérna... Sko, ég ætla að segja, það er mjög létt að vera með podcast. Þú hefur eitthvað um talum. Góðmáldur, mjög góðmáldur.
Þú getur ekki farið í podcast að- bara eitthvað svona, hei, hvað gerir í gær? Þú getur aldrei talað í hálftími um það. Jú, Ég ef þú- er að svoleiðis poppin off á Instagram. Nema þú hafi verið að alltaf að gera eitthvað geðveikt áhugavert. True. Bara eins og David Dobrik og Logan Paul. Alltaf að gera Já, eitthvað true, áhugavert hluti, sko. En ætluðu við Settur að það krem á þetta? Nei, ég er ekki búin að fá mér að sofa. Ætluðu við að ætluðu Sko. við að fara yfir leikinu núna eða við bara gera setna það? Ég var til að klára það, eins og síðast. Varst ekki þægilegt að búa með það síðast? Já, en ég nenni alla núna, sko. Ertu með... Er það bara ég? Væntalega ekki. Hver í chatinu nennir að fara yfir 3 leiki og gefa stig? Sko, við þurfum að láta eitthvað senda okkur fyrsta leikin, sko. Það er alltaf að tala um að við ættum að fara að horfa á leikin og gefa stig, sko. Já, ef að gera það. Við getum sýnt okkur hvernig við gerum fyrsta leikin, sko. Ok, sko. Herru, gef mér þá hérna fartöluna hérna svo ég geti skrifað í hérna. Ég er ekki með hana. Ertu ekki með hana? Nei. Akkur ekki? Að þegar ég hugsaði, ég ætla ekki að taka hana með. Ef að sínaði með eitthvað tónlist eða eitthvað svoleiðis? Ég er ekki með Nei, jú, ég er með lag. Ertu með lag? Hvað lag? Ég náttúrulega bara að spila eitthvað af hérna dræfinu mín, sko. Hvað ætlar að spila? Hvað viltu spila? Nei, hvað ætlar að spila? Hvað viltu að ég spila? Ekki spila allt. Hæ? Hvað ætlar að spila? Ég ætla að opna dræfið mitt hérna. Ætlar að spila Ein Björ? Er það? Ég get spilað eitthvað svona snippets. Herðu, þið í chatinu sem við erum ennþá þið getur Herri, verið Jón Smári, chilla aðeins. Þið getur verið að heyra unreleased music, sko. Akkur ætla að segja 4. Hvað þýðir það? Ég veit það ekki. Kíkja á alla 4. Já. Nei, við erum ekki að fara að kíkja á senasta leikinn, sko. Jú, við kíkjum á síðasta leikin til að tjekka hver voru að lenda á. Já, en við myndum ekki gefa stig frá honum, sko. Nei. Við kíkjum... Hvað er þú að heyra? Eigum við kannski... Nei, ég er með góða mynd. Ok. Við kíkjum bara á 4 leikin í live og svo teljum við hinn stigin bara sjálfur, skilju. Ok. En viljum við hérna... Af því að fólk vill sjá hvað gerist í síðasta leiknum. En viljum við gefa með eitthvað sneak peek, eða? Viljum við gefa með eitthvað svona 1-2 sek sneak peek? Ég er með nýja hugmynd hvað platum sem heita. Hvað? Þú veist, ég er með annað svona koncept, skilju. Ok, segjum við það. Ég ætla að renama þetta, skilju. Ok, ég myndi að þetta myndi heita Segð þetta. Ég segi þetta í mækin. Segð þetta bara. Í mækin? Já. Hvernig myndir þið lesa þetta? Ég fatt það, sko. Segð hvernig þið lesa þetta bara. Bauer? Já, fattar þið, það er nákvæmlega eins og nafninu. Já. Og allt konceptið væri bara ég að vera, þú veist, að ég væri bara að fara, þú veist, þetta er bara partyflugvél, skilur. Það er þetta gott koncept. Bara velkomin í Bauer, bara þessi vél er að fara. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, Ingi Bauer. Welcome to Bauer. Eitthvað svona. Já. Og þú veist, við erum að fara í bara 30 minna flug og við erum að fara að fokka okkur upp. Já, veistu, það getur verið. Það er alveg betur heldur en Bauhaus. Ég held það. Er chatið hérna til að, sko, bara áður heldur bara örsnögt. Mér langar, ég er fyrir að gefa út plötu. Ég veit að það hefur ekkert með þetta að gera. Við erum að fara í 4 leikin eftir 2 mínútur. Mér langar að gefa út plötu. Já. Ok, ég er með 2 hugmyndir af plötu. Nafnin á plötu. Nafnin á plötunni. Já. Eitt er þetta sem ég er að kommenta, sem heitir Bauhaus. Ok. Viltu útskýra af hverju þetta er Bauhaus? Af því að ég heiti Ingi Bauer. Ok. Og þetta er hástónlist. Ok, það meikar sens. Bauhaus. Bauer, eða hvernig sem ég myndi skrifa það. Já. As in Bauer, þú segir Bauer og þú ert basically að segja Bauer en þú ert að segja Bauer. Já. Og konceptið er, skiluru, þú veist, að ég sé flugstjórinn og við erum að fara að fokka okkur upp, skiluru. Já. Ég trúi bara ekki að það sé 80 og það er eitthvað bug, sko. Kristi var að tala um að fara sveitir. Hvað er þetta skemmtilega koncept? Bauhaus er náttúrulega, þú veist, þá myndi ég vera með, þú veist, ég er ekki að vera eitthvað byggingagæði, skilur. Þú veit ekki bara. En ég hugsa, ég var í sturtu hjá svona Bauer. Nei, ég var eitthvað svona, ég var í Flight Simulator. Já. Og eitthvað, hvað myndi flugfélagið heita? Ég myndi láta heita Bauer, svo er eitthvað svona Bauer. Já, það er bara sama myndi segja, skilur. True. Sem alveg fyndi pæling, sko. Já. Nákvæmlega. Þetta er ekki Wower, þetta er Bauer. Þetta er bæði mjög gott, sko. Það er spurning hvað chati finnst. Er það Bauhaus eða Bauer? Fólk er að segja, ég sé meiri Bauer alltaf, sko. Bauer, já, Bauer. Ég held það, sko. Er það ekki? Það er líka gott koncept. Þegar þú sagði mér það eftir á, þá var ég svona, fyrir nettara, sko. Að þegar leið þú segir, þú skrifur Bauer. Já, ég myndar, herri, ég ætla að hlusta á Bauer plötuna. Eða ætla að hlusta á Bauhaus plötuna. Og þú veist,
artworkið og myndin og allt það þá tengist eitthvað svona flugi en samt ekki, skilur. True. Þú ert að taka loft, sko. Já. Velkomin í Bauer. Viltu sína Þetta er flugvél sem þú vilt fara í, sko. Viltu sína þeim eitthvað kýtli í smá stund, eða? En ef ég svona markaðseti þetta eins og þetta sé nýtt flugfélag að koma, allir bara, hvað er þetta Bauer? Svo er þetta bara plata mín. Það getur verið eitthvað. Ég er búin að fokka upp, þið vitið öll. Það gæti verið eitthvað. Það er að setja upp. Það er alltaf, þið meðvitað þetta. Ég er að segja, nei, veitu, sorry, ég er að halda að maður hugsa, sko. Ok, halda að við erum að segja bara svona, geðið mikið að strætóskilum og bara út allt og þú fyrir bara bauer.is og þú getur panta miða hvert sem er. Ok. Skilurðu? Já. Og það kostar ekki neitt. Þetta er bara frítt flug. Allir er bara, hvað er þetta nýja, þetta Bauer? Ok. Það er þetta er nýtt íslensk flugfélag. Já. Svo kemur platan út og ég bara, þetta er ég. Það er gott, Ég er það ekki að þetta, sko. Allavega, við ætlum að fara í leikin. En bítu. Ok, núna er fólk búið að fylgjast með okkur í 3-4 tíma. Já. Viltu ekki veluna þeim smá til að heyra svona smákýll? Veitu, myndan fór úr spítans? Nú, það er svoleiðis. Ég er í rauninni núna að samfæra Inga Bauer. Ég held sko, við ætlum að fara yfir leikinn. Ok. Og svo gefa tís. Hvað segir chatið? Og fara yfir leikinn og svo gefa smá cheese. Smá ost. Ég meina, hefur einhver sagt nei við ost? Ég veit það ekki. Þá er þetta ekki að ói mig. Það spurning hvort við gefum hérna. Já, við ætlum að gefa fonta, eða ekki? Jú, við gefum það bara eftir leikinn. Já, true. Gæri, ég er að fíla inputið að heyri í sjálfu sér svona mæknum. Þá þurfum við ekki að hafa hérna, skilur, til að hlusta hvernig annan. Já, þá heyrir líka bara hversu hátt þú ert að tala. Já, það er góð. Við getum alveg að hækka hérna, sko. Já, ég er að segja bara, ef þú fer nær, þá getur þú verið svona sexy. Komið í sælublessuð. Við ætlum að tala alltaf svona. Það eru fyrsti leikurinn áður en allt var í fokk. Þegar það sé 80 ennþá að horfa. Ég verða það. Þetta er eitthvað cracked, sko. Það eru ennþá 80 að horfa. Það er eitthvað glitch, sko. Þetta er glitch, sko. Sko, hvar er Fortnite? Hvað er klukka? Fortnite er ekki hérna. Nú, það er svoleiðis. Skýtum. Við höfum bara window capture. Ok, hérna sjáum við held ég gameplay hjá Ok, hérna. Ok. Chat. Gunnar er að taka bara einhver Snapchat. Er þetta snappa gælur? Nei. Herru, ok, fyrsti leikurinn. Reynum að ná 100 likes, allar að like'a þetta. Ertu ekki með hérna fartöluna hérna? Nei. Hvernig ætlaðu að skrifa alltaf sem deyr? Í hvað sætið lenda og Við gerum bara hérna minn. Já, ok. Með 2 skjáði, Gunnar. Já. Hérna, ok. What? Stál skark sér með reynsi. Þetta er gæðinni sem ok, það sem að ég er svona Naga. Ég fæ svona illt í hjartað. Ég fæ svona illt í hjartað. Ok. Á að sjá gæja sem er í topp 10 hana. Við erum bara eitthvað fokast. Já, ég skil það ekki, sko. Ég fæ svona Já, ég skil það ekki, sko. Þú veist, Tomper, Artumíu sem búin að poppina af. Og Naga líka. Þú veist, þeir ætluðu bara allir í pickaxe fight. En það er svona stíl. Svo hættu þið bara við. Já, þeir hættu við það, sko. Ég skil það ekki, sko. Þú veist, prófa að fara inn í drone free. Má ég sjá, þetta S. Hvernig fyrir upp hérna? QE. Bara gá hvort það sé einhver. Hver er þetta? Þú veist, þarna er einhver sem að mögulega ætla að lenda hana. Já, hættu við það því að horfðu bara á hérna niður þarna. Hvað ég gera? Ítt á bíl. Bónus. Þú veist, þetta er náttúrulega þetta er ekki Já, þetta er svona eiginlega reputation á því að þetta sé alveg remote, sko. Já. Eins og var hann að kommenta, sko. En þetta er náttúrulega ekki allir að svindla, sko. En þú veist,
Hvað er planið þetta? Stolsar næstu í döður? Ég veit það ekki, sko. Þú veist, það er enginn að degja, sko. Þetta Kissi, held ég, sko. Aha. Hann rótitaði með yfir. Ég veit það ekki, sko. Hvað er gæðin sem var hérna? Hann var hérna ekki. Það var flægt. Flikka þessa mús. Drostlið. Sko. Og þetta er allir hérna. Fór hann bara? Já, hann lútaði örugglega bara þetta chest og fór svo, sko. Já, hvert? Annarkvæmt ég fann séð hana upp, hægri. Hann er hérna örugglega? Nei, þetta er einhver annar, veit ég. Ertu viss, eða? Nei, bara held það. Þetta er Naga. Þetta er Naga. Naga er í 4. eða 5. seti, sko. Já. Ég skildi ekki, sko. Hver er að ná að samfara þetta? Hver allir sé líturinn? Já, hver byrjaði þetta? Þú veist, þér að segja, hver er svona, ef Ingi Báur segir eitthvað, þá ger ég það. Hvað er þetta svona? Hvað? Þetta er eitthvað bildball bara. Já, þú veist, ok, þeir hefði ekki alveg farið inn í agency, sko. Ok, þeir eru allir að Þú veist, hver er fyrstur hérna? Þetta er rugg, sko. Hver fór fyrstur í hvernig fyrir hann tilbaka hérna? Já. Nei, þú sagði Tommi er fyrstur frá hann, sko. Og Tomper. Nei, ég meina Tomper, Host Tomper. Þetta er rugg, sko. Nei, ég held við séum ekkert að horfa á annan leik, sko. Þú vil ekki sjá hvað að gera? Herru, ég ætlaði að fá hérna drón frí. Hver er hann uppi? Kíkjum á það. Siggi Ringking. Siggi Ringking. Legendi sjálft. Og þeir eru 10 sem buss. Allir eitthvað. Ok, þeir eru basically alltaf Tomper. Ok, Tomper er væntalega gæðin sem er að sjá þetta. Ég held það, sko. Ég held að Tomper var meira legit en þetta, sko. Já, lítur ekki út fyrir það, sko. Lítur ekki út fyrir það? Það lítur ekki út fyrir hann sé meira legit. Já, ég held að það lítur ekki út fyrir hann að vera gert. Nei, þess að ég held að Tomper er meira legit. Ok, þeir eru allavega búin að ná í eitthvað svona. Þeir eru með loot, þeir eru allir bara með. Þeir eru allir með mats og þú veist einhverja. Getur maður ekki farið hraðar, eða? Jú, getur farið 4, sko. Hæ? 4x. Nei, ég er að tala drónið, skilur. Ég veit ekki, ég er ekki oft í replay, sko. Já, ok, ég er að pæla hvað rótitið hann er. Nei, þetta er gæðin sem vorum að horfa á hann, ég var stolt, þau voru allir í bát eftir. Ég veit, ég var að pæla hvað planið er, sko. Hérna er Artumio. Prófið að setja. Tomper. Hver hérna? Getur að setja? Nei, sé. Ég veit alltaf á eitthvað. Ég er að pæla, hvað er hérna? Það var eitt sem var með þessu líka, hvað heitir hann? Það var Artumio, Tomper og Garg eitthvað en Nei, það var einhver í sem vorum gett hnexlegri, það voru 3. Já, það var hérna Arnór eða eitthvað. Nei. Hver var þetta? Ég manna ekki, sko. Manna ekki hver var, það var einhver chat, en að segja hver var MC Jesse bara, hvað er Fantaði með? Ég ætti bara að playa að tjekka hvað ég gera. Við gefum Fantam þegar mótið er búið, þá förum við með velinu til allra. Tjekka hvað ég gera. Það er þykk og hann á kili. Sko, er það bara ég Tomper að lítið þetta? Hann er 100% lítið þetta, sko. Tommi ekki, er það ekki Tomper eða? Nei, hann er hann aftastur. Nei, Tommi er eitthvað annar, sko. Þeir eru alltaf Tomper, sko.
Já, Naga. Naga, já. Hvar var Naga? Dó hann eða? Þetta chat er fucking, ég elska þetta chat, sko. Já, ég skal Við veit nákvæmlega hvað um talum, sko. Geggjaðir. Elska ykkur. Samanlega, sko. Elskar þess að plötu, já. Já, ég byrjaði að vera pínu fan, sko. Hver kemur hingað, veit það þess? Já, þú veist, þessi gæi... Þessi gæi er að eyða mat hérna. Hann er bara fuck. Ég held nefnilega að þetta sé Kissi eða eitthvað. Þeir eru að snæpa hann. Sérðu það? Bóvan. Nei, hvað er hann? Fer ég hérna baka? Nei, ég sá það. Æ, ok. Já, mér langar að chatta sér aftur. Tjekki. Hver er að skjóta hann? Það er enginn að segja að það hefur bara verið fokkast, sko. Nei, ok, það var eitthvað annar að það. Hér. Já, ég veit ekki, sko. Hver er það? Victor on coke. Hver er fokkar með það? Ok, hver er þessi gæi? Þeir eru að fæta hérna. Voru ekki að horfa á þessi gæi á hana? Ég veit ekki, sko. Nei, ok, það var ekki þeir. Já. Það hefur verið gott komment hjá Ice Cold is Best. Sko, þessi gæði að fæta Bóvan og Þetta er gæðin sem að náða að dippa. Þessir eru actually að spila legit, sko. Ok, þetta er Kissi, já, ok. Við sjáum hérna, hérna eru allir. Nei, hvað er það? Það er hérna. Já, það var erfitt að stjórna þessu. Hanna er allir gæðin sem eru að trolla, sko. Hérna er allir gæðin að trolla. Hérna er Kissi. Kissi veit ekkert af þeim, þannig séð. Nei. Þú veist, hann heldur bara að sé. Hann reynir að snæpa hann. Hann er með heavy, sko. Hann er að reyna að snæpa hann bara. Ok, hann dippar hérna. Ok. Dökki dreigur Nesquik. Hinn fer hérna upp hérna. Hann er ennþá að reyna að snæpa hann, sko. Kissi er að reyna að ná sér killi. Þetta er reyna bara what the fuck. Já, svo sé hann bara. Hann reyna þá að snæpa hann. Svo sé hann bara 10 gæði hérna. Þarna byrja hann að builda, sjáðu. Já, hann var bara tilbúin í action, sko. Já, þannig er hann bara what the fuck. Draf hann einhvern? Nei, ég man eftir að við horfum á stríma þess að hann bara beilaði. Já, hann held að þetta var eitthvað bull, sko. Já, hann bara ok, þeir eru allir að tíma mig. Þeir eru allir með byssur og eitthvað. Já, hann var röglega bara tilbúin eða myndi skjóta, sko. Nei, ég sagði þeir eru með byssur, sko. Hvað átt hann að gera? Ég er að tala um að hín ekki að þeir. Já, ég veit það, en ég er að segja að Kissi var röglega bara tilbúin eða myndi skjóta, sko. Hann myndi að gera eitthvað, sko. Kissi beilar hérna. Hann er bara, what the fuck? Lætur í rauninu fætt hérna. Artumíu búinn að fara úr þessu fætt. Artumíu var með hinum? Hann var með þessum gæðum, sko. Akkur eru að horfa á þetta, maður, eða ekki bara beila þetta. Þetta er við að deyja, byrlingi. Ertu pyrraður að horfa á þetta? Ég nenni ekki að horfa á þetta, sko. Ég veit að fólki vill alveg horfa á þetta, sko. Ok, Artumíu, tjekka. Horfa Artumíu. Já, ok. Hann skýtur að kissa hérna. Já, búinn að vera með. Það er með. fucking dirty. Hann er búinn að vera með þessum gæðum. Alltaf tíma. Ég fýl þess að blöðið, sko. Ég líka. Ok, Artumíu er að pússa hérna að kissa. Ok, við getum alveg að gefa honum það að hann er einn að pússa hann. Ég skil það alveg. Já, Artumíu er líka ekkert lélur, sko. Hann er búinn að vera. Hann er rúglega í topp 4, sko. Þarna tekur hann kissa. Artumíu tekur kissa hérna. Já. Sérst, hann er búinn að vera með þeim 10 gæðum sem voru að svindla. Já. Fer svo og tekur eitt gæða. Hvar eru gæðarnir okkar sem voru að tíma? Þarna uppi. Er þetta glitsað? Það er ekki 80 að horfa á þetta. Ég hefast það, sko. Þetta er lítur að glitsa, sko. Stendur 80 að sé að horfa þegar þú tjekkar á símanum. Getur ekki alltaf haft það? Getur ekki strýtt í YouTube? Þetta er eitthvað glits, sko. Svo kemur hérna 55 watching. En hvar er restin af gæðanum hérna? Þeir eru bara aðnað, sko. Þetta er bara einn. Já. Það getur ekki bara farið í
Ekki eftir mjög Nei, Jó, það var rétt sko. nei Já, ok, fuck it Ok, ég ætla að gera það leilur, ég ætla bara að fara tilbaka hérna Ok, ég ætla bara að sjá hvað þið fara Ekki segja þetta gott Við vitum nákvæmlega hvað þetta sko. Þeir voru bara tíma að fara svo bát og eftir Við erum bara að vita hvert þið fara hérna Já, spólaði meira þá Tompir þeir Þú veist, ok, þannig Dökker Hann bara what the fuck Þeir að skjóta niður, sér það? Já, Dökker var bara, ég er að drepa þessu gæja sko. Já, hérna Tommy að skjóta á Dökker Hvernig segir mér að það breyta ekki leiknum? Hann beilar hana Já, ég mani til þessu, þau voru eitthvað, hei, eldum hann Við hittum akkurat á Stóls þá sko. Það séu Það var í gameplay á Stólsina Það séu Þarna eru þeir vandalega Þetta er basically sönnun það að þeir hafa verið að tíma á gæja Basically sko. Basically, þeir eru vandalega að gera Ég er að segja að þeir voru að segja að þeir væri bara eitthvað að chilla Þetta er ekki bara að chilla sko. Nei, þetta er eitthvað annað chill sko. Hérna er Arnór FN Alexander Örn Magnússon segir Gunnar Discord Það segja Hæ? Skilur ekki það Alexander Örn Hvað er hann? Ok, já ég lesa þetta ég hafa þetta sem síðast það Ekki nafnberan Þeir sjá samt allt Discordið hann sko. Við erum búin Já, búin að segja það sko. Já, bara slættir hann Ok, sko Já, en þið voru hægt að skjóta á Dökker Beðist afsökunar hvernig ég hagaði mér í dag Ég ætla að enda þetta á þessu Má sjá Ég hefði ekki átt að gera þetta og mun læra af þessu Ástæðan fyrir þegar ég byrja að fokast er að ég lendi í grott og alltaf Kann þennan stað út og inn En eftir það sem gerist með Dökker, Tuma og Gunnar Ég vildi ekki taka áhættu með að vera bannar fyrir að streamsnæpa innan gæslappa Núna þurfti ég að spila allt mótið á stöðum sem ég kann ekkert á Dó tvisar í byrjun af því ég vissi ekki hvar hlutir voru og dó tvisar og kom mér nóg af því og vildi bara gera eitthvað fyndið Markmiðið mitt var ekki að drepa neitt Svo kemur einhver allar að eyðileggja fyrir mér að reynsa Þá sérðu mig farið í burtu þarna en svo gerði þið mistök að skjóta gæja niður Ég sé eftir því og ég tek á mig allt bann sem þið gefið mér Er ekki stoltur að því sem ég gerði og byrst afsökunar Þykir bara leiðalt að þessi Dökker gæjar reyna að banna leikmenn sem lenda á samastað hann Byrst fyrirgefningar aftur og ég mun 100% læra þessu Já Sko Einu sem ég tek frá þessu er að, þú veist fólk, þú veist þau gera hluti án þess að pæla í þú veist, já, þú veist þetta er bara eitthvað joke mode kannski fyrir þeim en þú veist, þeir eru samt alveg átt að segja á því þú veist, já ok, þú veist, þetta var ekki vel gert hjá mér það er eina sem ég fíla þannig sé já, ég er ánægð með að fólk fatti það sko. Þú veist, það er enginn sem er eitthvað fokk í ykkur, þú veist, ég gerði það því að það var gert þetta já, með slett saman þetta helst já, þú veist, það eru allir sem að hafa gert eitthvað rangt þannig sé já, eru búin að segja, þú veist beðast afsökunar og þú veist, allt það þú veist, en þú veist, væntanlega verður við af refsa þeim að því að, þú veist, hugsið bara ef þetta væri öfugt, þú veist ef þeir væru, þú veist, hinum yfir borðið þá myndum við væntanlega vilja að
hinir gæðanir yrðu refsaðir og þú veist það er bara eitthvað sem þarf að gera. Já, góð punktur sko. En þú veist Þú ert alltaf að taka mækinn. Þetta er hann úr. Þú ert alltaf að toga þetta Já, en ekki þetta á að vera fast. En það rauninni það eina sem ég langar að segja er að þú veist mér veist geggjað að fólk sé actually að pæla í því sem við vorum að gera rangt. Já, mér veist það alveg vera legit sko. Af því að þú veist, ég ætla ekki að segja að fyrir 5 árum að ég myndi gera eitthvað svona í einhverju svona móti. Þú veist, án þess að hugsa. Það gerir þetta allir. Þannig séð. Þótt þessi leiðilegt. Þetta er gott hérna, maður sýna. En þú veist, fólk þarf að læra af þessu. Maður sýna þetta. Já, sýndu það. Komast í top 10. Ætla að vera í pickaxe fight á mest popular staðnum. Dansaði eiginlega yfir hinum. Við gerum þetta bara til gaman. Það er gott mím sko. Nei, fólk lærir af þessu og þú veist, fólk verður refsað, það veit það bara. Já, það veit það. En þú veist, já. Það er náttúrulega bara mismunandi hversu Það er alltaf bara mismunandi hversu alvarlegt, þú veist, alvarlegt við tökum með hlutunum. Já, eins og þessi hérna. Gunnar var settur í fangelsi fyrir að gefa fólki COVID. Gunnar, ég var í beinu á YouTube og var að dreifa koronavírusin í Fortnite viljandi og var hendur í fangelsi. Já. Já. Ef við ekki bara segja þetta gott og sjást næsta föstudag. Herru. Búnir að gera við, þú veist, látum við erum búin að spjalla alltaf lengi þetta sko. Já, við erum búin í 5 klukkutíma live sko. Já, við segjum hérna það er satt plöggum öðru hérna, við erum búin að henda út síma þetta núna på síkastið. Já, true. Sem búin að ganga fokkin vel. Chase Anthony hérna símatið kom fyrst út og svo kom Daniel. Já. Við erum búin að taka upp 2 viðbót. Já. Eitt var Ezekiel Karl og hitt var Snorri Ástrás og Flóni. Já, þetta er mjög gott. Við skitum við þá basically sko. Þannig að það kemur í vikunni. Ég væri til að setja Ezekiel á sunnudaginn og kannski Flóna eitthvað setna. Bara þriðjudag eða eitthvað. Að gera bara hendi follow og like. Við sjá hérna subscribe and like meinaru. En samt follow á Instagram Ingi Bauer. Já, og Gunnar með 2 ennum. Hvað segirðu? Það heyrst ekki. Hérna. En annars munum við sjást næsta föstudag live og við munum vera komin með niðurstöður úr öllu. Já, og follow okkur líka á Instagram Ice Cold Boys Taken því að þar set ég inn þar ætlum að setja inn helgina hvernig stíin eru eftir þennan dag. Já, mun líka það er að styttast í 1000 followers. Já, rétt, góð punktur. Þannig að en hérna við munum líka hérna allir við förum ekki aðeins fyrr live. Jó, þetta er síðasta vikan. Já, við munum jafnvel fara kannski klukkutíma fyrir mót. Já, klukkan 5. Bara til að tala. Klukkan 5. Já. Til að 5 næsta föstudag þá munum við segja allt sem var í gangi og þá verðum við konum með, þú veist, niðurstöður úr öllu. Og það verður ekkert bullshit í næstu viku, sko. Nei. Það verður alvöru. Yes. Alvöru shit. En djöðl er ég samt að fíla stuðningin, maður. Gauður, þetta er hella. Já. Það eru OG sem er í chatinu enda. Herri, við ætlum að gefa Fanta. Góð mútur. Hérna, Fanta, við ætlum að gefa Fanta á Instagraminu okkar. Ef ekki gera það bara. Jó, þannig að ef þú ert að horfa á þetta á Instagram, ef þú ert að horfa á þetta á YouTube, senda okkur mynd af þér, eða af því að þú sitt að horfa á þetta. Já. Og við draugum eitthvað út á Instagram helgina. Sem er fullt af Fanta. Já, er það ekki bara solid? Þannig að, ok, sem þú sérst að horfa í síma, þá getur í rauninu screenshotað og sendt á Ice Cold Boys Taken. Já. Eða þá ef þú ert að horfa í tölvu, þá getur bara tekið mynd af tölvuskjánum og senda á okkur. Góður. Og við munum draga 2 og síðan eftir 4. viku þá munum við keyra allt út eins og Monster, Sprite, Fanta, vinningana sem fyrir keppendur og loka vinning fyrir það sem er að horfa. Já, það er góð mútur. Það kemur líka, við þurfum að fara með velun fyrir sko fullt af fólki. Við skuldum hellinga Fanta sko. Já, þú veist, við viljum gera þetta allt í einu sko. Já, það kemur eitt vídeo sem við förum með vinningarna til allra. Já, við viljum náttúrulega ekki sko, þú veist, segjum eitthvað vinna eitthvað í dag, við viljum ekki bara herri, ég kem á morgun. Nei. Við viljum frekar taka 5 gæja sem búa, þú veist, True.
Þannig að ef þú ert búin að vinna engar áhyggjur sko, þú færð þetta. Það strax allt að gerast þetta sko. Jep, vinnið Gunnar Björn á Instagram með 2 minnum. Þið sendið þetta á Ice Cold Was Taken, ekki sendið okkur samt. Ég líka að hafa þetta á mig. Sendið á Ice Cold Was Taken, ekki á mig og Inga. Eru ekkert með hérna texta Ice Cold Was Taken? Jú! Við erum með text. Við erum svo geggjaðir. Sendið þetta Ice Cold Was Taken, það getur unni Fanta. Ég verð samt að segja að ég alveg fárlega ánægður með hérna viewsin í dag sko. Já. Margir búin að tune in og koma með sína skoðanir og ég elska það sko. Mér finnst sko chatið er búin að hjálpa okkur að því að finna út hvað við höfum að gera við þetta síðasta leik og mér finnst það geðveikt sko. Já, mér finnst fárlega gott að koma með svona hugmyndir og svona hei, finnst ykkur þetta rétt og þeir segja þú veist, nei, mér finnst það ekki eða já. Góð punktur. Þannig ég fíla chatið, ég vona að ég sjá ykkur flest næsta föstudag. Bara þið verða að koma næsta föstudag, þá fáum við að sjá hvað vinnur. True. Við þurfum að búa til eitthvað vídeo í vikunni sem hæpar aðeins upp. Já. Láta fólk vita að við sem að fara að klára þetta sko. Ég held það. Hver er bestið Fortnite-spilar á Íslandi? True. Þið finnir það út í næstu viku. True. Takk fyrir streamið maður. Takk fyrir geggjum maður. Munið að like að þið hafa ekki gert það og subba. Við randomæsum alltaf, Danni. Þannig að, já, subscribe and like, sjást í næstu viku. Follow okkur á Ice Cold Was Taken, subscribe þetta channel, like þetta myndband, fylgist með vikuna, það verður svona 3 vídeo áður en að kemur næsta stream eftir viku sko. True. Og við finnum út hver er besti Fortnite-spilar í Íslandi. Við ætlum að henda ykkur í countdown, geggja kvöld, hlaka til að sjá okkur eftir viku. Já, við ætlum að countdowna í ekki neitt. En þetta er gott lag. Já. Takk fyrir okkur. Geggið, blessið. Peace.